bara svolítið síðan að ég hitti þið síðast, ekki? Jú, örugglega. Ég var að rifja upp. Ég sko, fyrsta sjónvarpsstarfi mitt fekk ég eftir að fara í viðtal til þín. Á skjáinum? Já. Þá varst þú með hitta máli að hitta Sölvi. Það var spjallið með Sölva á undan málinu. Já. Ég kom í viðtal til þín, þá var ég lítið splæs, blaðamaður á Séð og Heyrt. Og svo fljótlega var farið að auglýsa eftir stjórnanda í Djúpulaugna. Þegar Djúpulaugin var tekin aftur upp, þá var 10 ára afmæli Skjás 1 og óskaði eftir hvaða þátt fólk vildi helst sjá aftur. Þá var Djúpulaugin kosin. Þá var ég nýbúin að vera með eitthvað dólgslæti. Manstu eftir þessu? Ég og þú Erpur. Ég man eftir þessu, því ég hugsaði bara, þá var ég búin að taka mikið af sjónvarpsviðtölum og ég hugsaði bara, hvaða stelpa þetta? Það var bara, þú veist, þú reifst svo mikið kjaft og hafa svo mikið sláttur á þér, sko. Og mér var bara svo, já, þetta var rosa klikkað eitthvað. Og í kjölfarið þá sendi ég post á sjónvarpsstjórinn á Skjá 1 og sagði, ég sér að auglýsa eftir, ég var að spáði hvort að ég geti einhvern veginn sótt og hún bara, já, þú ert búin að sækja bara við erum að fylgjast með þér, þú mátt mæta 2:00 í viðtali eða eitthvað. Okay. Þá höfðu þær einmitt hort á þinn þátt. Það var fyrsta sjónvarpsstjópið, það var Djúpali. Þegar hún var endurvækin. Já. Hvernig var það? Það var geggjað. Ekki? Þú veist, ég var bara, hvað var ég, 23 eða eitthvað. Og þetta var alltaf í beinni, klukkutími í beinni með fullu fólki, alls konar liði og það gekk ekkert vel að manna þetta, það vildu allir horfa á þetta, en fólk vildi ekkert endilega að því að fólk var að hætta að vera svona opið einhvern veginn, það var allir að passa sér svo mikið einhvern veginn að það gekk oft illa að finna fólk í þáttinn. Og þetta var tekið upp á alls konar stöðum, það var tímabilið tekið upp á stað sem að hét Steak and Play, sem að Geir og Goldfinger átti á Grensásvegi og það var svona ljósagólf og þetta var mjög klikkað. Og svo var þetta tekið upp á Players á einhver tímapunkti og alltaf í beinni. Og já, þetta var mjög, mér og samstjórnanda mínum gekk illa að vinna saman. Hver var þetta með því? Ragga Þórðarsson. Alveg rétt. Og þetta gekk svo langt að það var fengin manneskja á sett sem sátu þess að við hittumst ekki fyrir útsendingu. Það var bara firewall. Ég man eftir. Þetta var rosalegt og í sminkinu það bara svona ítt á milli og þetta, já, það var skrítið, sko. En að því að talandi erfitt að manna, að því að ég var oft verið að hugsa, sko, þegar að var verið með þess að þáttins ástarflegið og með þess að bara glætan að tækist að manna svona þætt í dag, það verið rosa erfitt. En nú eins og þetta Tinderlögin á netinu. En var það ekki bara mjög erfitt líka? Veit ekki, en fólk var eitthvað svolítið að keyra í sig. En ég held núna, í COVID, þetta var rétti tíminn til að vera með eitthvað svona ástæðþátt bara og fólk myndi bara fara á Zoom-fundi og logga sig inn og eitthvað, því að það mest lestu fréttinar á DFF núna eru svona single-fréttir, þegar fólk fer ekki neitt og gerir ekki neitt og ég hef nokkra einleipar vinkonur og það er fyrir eitthvað trist, sko. Einlendi í einangrun og ég var að skilja eftir rauðvín og súkkulaði og svona fyrir utan hjá henni og ringi hann og svo kvöldin. Þá var hann, já, heyrðu, ég var að tala við eitt hérna, hvernig lístur á þennan? Ég bara, nei, heyrðu, það sem búin að sitja inni ítrekkað? Af því að hún var bara ekki, skilju, hún var bara með rauðvínsbeljuna á internetið, bara á 3. viku í einangrun og þetta var ekki gott, sko. Þannig að ég var svona ítrekkað að segja, þú verður að Google, mátt ekki spjalla lengi á þess að ringi í góðan vin og spyrja út í málin og svona. Þannig að, já, ég er líka hallist að fólk hefur bara verið að skrifa ástabréf núna. Ég meni í gamla daga þá var fólk að skrifa bréf í mánuð og jafnvel mörg ár að hann hittist. Nú bara pace yourself, skrifa ástabréf og kynnast og svona. Og það er góð pæling. Já, ástabréf eru vanmyndin. Já, nú erum við komin, nú verðum við að halda hans áfram þarna því við erum komin á þessa braut, sko. Ég tók tímabilið þar sem að ég var dálítið duglegur við að fara á date og svona. Þá var það alltaf mjög vel séð ef ég bara hringdi. Já. Þú veist, bara, það er einhvern veginn allir konur í að vera alltaf text eitthvað, skilur við. Já. Bara þetta eitthvað sem er svona aðeins öðruvísi, eitthvað svona. En þú reyndarast símamaður, þú hringir meir en flestir. Já, ég er búin að hringja nokkur sinni í þig. Já. Já, einmitt. En þú hefur bara alltaf verið þannig, þú er alltaf hringt, sko. En þetta er líka Er fólk orðið fælið við að fá símtöl? Já. Okay. Það er rosalega mikið commitment í símtali. Okay. Það er tilfinningin. Gott að vita það. Nei, en þú ert samt, sko, ég bara veit hvernig þú ert og þú ert blaðamaður gamla skólanum og þá var það bara þannig að þú gast ekki verið blaðamaður ef þú varst hræddur við símann. Það var fyrsta sem Eiríkur Jónsson kendi mér. Ef þú varst hræddur við símann, þá þurftu bara að fara að gera eitthvað annað. Það er rétt.
og þetta rosa, maður finnur það í svona yngri blaðamönnum og svona, maður bara, hvert maður taka mörg símtöl í dag? Já, ég er búin að segja 2 tölbusta og ég náðu ekki að setja um SMS og Facebook. Það bara, it doesn't fly, þú þarfst að taka síman. Og ég sjálf dett stundum í þetta, maður bara taka 20 símtöl og finnst commitment að svara því ég hef kannski bara 5 mínútur í lausar. Þá veist maður ekki reka eftir fólk einhvern veginn. Ég skil það reyndar mjög vel. Og svo ætlar maður að gefa sér tíma að hringja tilbaka og gera það sen ekki. Eins og þegar ég hringdi í þig eitthvað 2 skipti, eitthvað ætlaði að fá þig hérna í þáttinn, þá það fyrsta sem ég hugsa, hún ritstjóri DF, hún örugglega í símanum allan fokking daginn. Þá skil ég alveg að maður segja, því ég þekki það líka, ef ég er búin að vera bara að taka 19 símtöl í röð, þá maður svona, bara ekki enn eitt símtalið, sko. En almennt finnst mér fólk vera rosalega fælið við þetta. En það er líka bara aumingiskapur, maður bara taka síman og segja, herru, hvað sér, ég lausi þetta 4, viltu bjalla mig þá? Það er bara svo gott að láta svara sér. Einmitt. En Nei, en að því að þetta er rosalega þægilegt að vera bara bak við þennan skjá og vera text eitthvað. Já. Og því svo kemur næsta level er þú veist, símtal og næsta level þar er síðan vídeosímtal, sko. Já. Og svona einhvern veginn, það er pæli hvort að fólk sé smeygt við einhvern veginn að sína sjálft sig, sko. Því að til dæmis að þú ert í óstuði og tekur símtal, þá heyrist það alveg smá á þér í símtalinu og þá getur þú kannski fengið spurninguna, ég kannski er alltaf góðu við það og þá var það óþægilegt. Ég tek ekki síman ef ég óstuði, sko, og ekki er svona bestu vinkonu mín eða mömmu mín eða eitthvað. Nei. Það segir bara, ég er alveg búin að heyra á morgun. En hvernig er með blaðamenn núna, því þú ert að ritstýra stóru blaði? Eru blaðamenn ekki einmitt minna að hringja? Yngri blaðamennin, jú. Já, ok. Þessi er eldri og þú veist, þú maður alveg, nú tekur þú síman. Þú veist, fyrsti dagur minn sem blaðamaður var þannig að þá hlustuðu sko ritstjórn og aðstofritstjórn á mig taka síman allan dag. Hringdu núna í þennan, svo sátu þeir. Það er alveg skólið, maður. Já, sko Mikael Þórðarsson og Eiríkur Jónsson, þeir langar ekki að hringja þau framan þá. Og þeir voru náttúrulega byggðum að hringja ykkur fárlega símtöl. Byggðum að fá, ég hef nú oft sagt þess að sögja, byggðum að hringi lesbíska konu sem hefði mist konuna sína og smíðaði hana, og hún listakona hefði smíðað líkistuðum hana og þeir vildu fá fyrirsögnar lesa á líkistu og fá mynd af henni við líkistuna. Og ég náttúrulega bara, og ég var sko í fjölmiðlafræði í Bretlandi, hafði verið svona part-time og PR starfa svona fyrir BBC, þetta var svona svolítið annar standard. Ég bara, svitnaði bara þarna alveg, en svo náttúrulega eftir á, þá voru þeir bara aðtöku hvort ég gæti tekið síman og hvort En ég hugsa, ég var einmitt með Mikka þennan daginn og ég hugsaði, það hefur alveg verið góður skóla að vera með hann sem ritstjóra þegar hann var upp á sér trilltasta, sko, af því að þá þarftu svolítið bara að fara í leðjuna og fara hún í djúpulaugina og býrði alltaf að þessari reynslu. Líka hann og Eiríkur saman, þetta var svo Batman og Robin og þeir skiptust á að vera Batman. Það var alveg bara trillt, sko. En svo megar báðir eiga það, þeir eru miklu vandari og betri einstaklingar en þeir þykjast vera, sko. Og reyndust mér báðir alveg sjúklega vel. Já, ég þekki Mikael betur en Eirík og bara, þú veist, en einmitt, Mikael er bara stúrkastlegu gæi, sko. Hann er frábær, sko. Hann er alveg, þeir kemdu mig báðir rosalega margt, en eins og þarna því ég alveg bara áðurinn ég tók þetta símtal og sagði samstarfskonu mína, svo bara svona venjuleg kona sem átti barn og bara, þú veist, bara svona venjuleg móðir. Ég bara, hvað ert þú að gera hérna? Okkur ert að vinna hérna? Og hún sagði, já, býttu hvað átt að gera og ég útskýraði henni þetta hringi í þessa vestlingskonu sem var nýbúin að missa konuna sína. Og hún sagði, já, nei, þetta er bara einfalt. Þú ert bara alltaf að bjóða fólki að segja sína sögu. Það getur svo bara afþakkað. Og þegar ég fór að hugsta þannig, þú ert bara að bjóða fólki að tjá sig, þá var þetta ekkert svo flókið. Og þá segði ég bara, herru, fréttuðu mist konuna, það eru mjög falleg sagan ykkar og talaði þetta og hún náttúrulega bara afþakkaði pent mikið konan. En þeir vildu bara heyra það. En svo komu mörg önnur alveg snar símtöl sínlátið taka og alls konar bara alveg grillað. Þú talaði líka myndina. Ég var alltaf svo hissa þegar þeir voru upp á sitt besta. Hvernig þeir náðu sömu myndum? Það var sko ljósmyndaskóli Loftseta. Það var eitt sem var að vinna þetta líka sem var aðstoðaritsur. Það voru aðstoðaritsur út allt sem heit Loftur allir. Og þá var hann búinn að gera svona myndir. Og ljósmyndaskólinn gekk út á það að þá þurftur að fara með og þarna fór maður svo mikið með ljósmyndarann og fór heim til fólks að taka viðtal við það. Það var það einhvern veginn allt öðruvísi. Og eitt hoppa, það var eitt stig fyrir að gafst fengið fólk til að hoppa. Annars stig gafst fengið fólk til að benda. Svona skipti ekki öllum álega á hvað það var að benda en að benda á eitthvað og held að vera eitt stig að það var gæludýr. Og það gafst komið með mynd, hoppa, benda og gæludýr, fullt hús. Þú veist, svona var þetta oft.
og forveri minn í starfa á DFF, hún Lilja Katrín, hún var sem sagt við unnum þarna saman og þetta var mjög tjúla á tímabili og við vinkonurnar brölluðum margt og einhvern tímann fengum við ekki frí verslunarmannahelgina að vinna á föstudegi, þannig að þá fórum við á einhvern hræðilegan hamborgarstað hliðina og endum með að panta gróslega mikið einhvern svona frozen margaritas og vorum svo fullar í hádeginu að Eiríkur þurfti að koma og sækja okkur til að fara með okkur aftur í vinnuna og reyna að sanna það fyrir að hann hefði betur gefið okkur frí. Okay. Og hann var svona freka fúll með okkur alveg mökkaður hann í aftursætinu og leiðinni eftir vinnuna. En þetta var náttúrulega tjúlað ástand og ég meina Mikael hefur örugglega sagt þér að hann kom hérna, það voru hafnaboltakylfur undir skrifborðunum og Sævarsi Selgi blessaður var stundu bara fullur fram í deski og það var rosa ruggla ástand og tímabili var sko séð og heyrt og DFF á sama stað og sem eigendur og maður að hlaupa í prentaran að ná sko útprentin af textanum áður en Reynir á DFF myndi ná því af því við komum bara út einu sinni viku en hann kom út á hverjum degi og gæti að stæla fréttinni. Þetta var mjög ruggla sko. Þetta er náttúrulega tímabil sem maður er fljótur að gleyma þegar að séð og heyrt og hér og nú voru að keppa. Já. Og DFF var síðan, það er mjög blaðamennska á Íslandi í dag vera mjög tempruð með það sem hún var. Hún náði ákveðna hámarki þarna, hvað var þetta ekki svona fyrir hrun, 2006-07? Jú, það var bara rugglað. Það var þetta orðið alveg alvöru, sko. Já, það var rugglað. Og það var margt þannig náttúrulega sem flög sem myndi aldrei fljúa í dag. Já, þetta náttúrulega var bara, og Eiríkur kallaði þetta alltaf myndablað. Og þú veist að það snýrst bara myndirnar og myndatextan og svo mitt var mjög gott sem að hann sagði daginn að það er ekki hægt að gefa út eitthvað eins og séð og heyrt lengur að því að séð og heyrt er bara Facebook er séð og heyrt, núna postar fólk sjálft myndunum með myndatextunum, sæt saman bara eins og þú veist þetta er bara búið. Rétt, það er góð punktur en mér stundum sko einhvern veginn hérna DFF að því þú ert í þessu starfinu og Mikki mitt sagði hérna hjá mann, sagði sko, þú veist, ég lærði á ákveðnum búndi að áttam á því þetta væri ekkert persónulegt, þetta er bara, ef þú ert ritstjóri DFF, þá ert að taka ákveðna hluti, kannski aðeins minna núna, því DFF er náttúrulega búið að breyta svolítið stefnu, mér stundum eins og DFF sé samt svona, verður eitthvað svona samnefnar ef að fólk er fúlt út í blaðamennsku, bara DFF, það er brjála út í DFF, jafnvel þú að sé eitthvað annar sem að fjölmiðill sem gerði frétt, sko. Já, og þetta var líka, ég náttúrulega vön þessu frá séð og heyrt, en þú veist, ég er búin að lendi, nú er ég búin að vera hvað í rúmuna hálft ár, ég er ítrekka búin að lendi því að fólk hefur hringt alveg sótbrjálað yfir einhverju og ég segi bara, já, býtu, ok, ég er að finna fréttina, hver á fyrirsögnum, býtu, hver skrifa þetta og ég finn ekki þessa frétt og gerst oftar en einu svona, oftar en tvisvar þá byrtist þessi frétt ekki til okkur en í hugum fólks er eimir af því að DFF sé lagsti samnefnarinn þannig að ósáttu við eitthvað þá hlýtur að hafa byrst til okkur sem er bara ekki rétt. Nei, því ég verða að segja, ég hef tekið eftir því núna á síðustu sko það hefur verið gerað fréttur mig í DFF og svona ég hef tekið eftir því að það er bara ekkert hérna, það er enga subbufréttir inn á DFF núna, skilur við. Nei, og munurinn er sko, nú erum við búin að taka þetta alveg rækilega í gegn og við erum náttúrulega ennþá límislegt eftir sem við viljum gera betur og þetta er erfitt, þú veist, blaðið er orðið svona prestige og fínt en það verður samt að tala við vefinn, það verður að vera vörumerki sem að spegla hvort annað en á móti kemur að, þú vilt sko að DFF má aldrei missa tennurnar, það verður að vera beitt, það verður að nafngreina ofbeldismenn, það aðrir gera það ekki, sinna sínu hlutverki, en að sama skapi hafa svona smá element af séð og heyrst og léttleika í sér og þá er rosa erfitt einhvern veginn að halda bitinu en samt ná einhvern faglegum tóm svo það verður ekki bara of skitsó sko. Þannig að, og svo þá maður líka passi að detta bara ekki í það sem er nú þegar til, þú veist, það eru til alls konar miðlar, þú veist, við viljum ekki vera Vikan, við viljum ekki vera fréttablaðið, þú veist, við erum að halda okkar sérstu, en það er fullt af fólki sem er búið að koma í forsíðu til núna sem hefur aldrei gert það fyrir ári síðan, ekki það að DFF hafi verið ömurlegt, alls ekki, en þetta var bara kallaði á bara þessa þörfu breytingu. Lendur enn í því þegar það verður að reyna að fá fólk í forsíðu viðtöl að það sé svona einhvern veginn brent af DFF eins og DFF var einhver tíman og segi nei út af því? Nei. Ekki þegar ég hringi það og byggða. Okay. Og þá er ítrekka verið sagt um mig að þetta er þú. Þá er það bara einhver sem er búin að þekkja, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera í fjölmiðlum í 15 ár að þá er ég kannski búin að taka viðtölu viðkomandi 4 sinnum eða eitthvað áður á lífsleiðinni eða tengist viðkomandi á einhvern annan hátt. Þannig að það hefur ekki verið vandamál. Fréttastjórinn okkar, Erla Hlins, hún hefur nú unnið sko mál fyrir mannréttindadómstóli Evrópu ítrekað og hún er mjög vönduð og grjóthörð þannig að það fylgir henni líka viss gæðstimpill. Svo er starfsfólkið á DFF er ótrúlegt. Ég sit stundum hérna og bara
dáist að þeim, af því að ég einhvern veginn bjóst við að vera þannig, það var erfið símtöl og jafnvel, þú veist, það var verið að hringja í einhvern barnaníðing og eitthvað svona og ég sagði, bara ok, veist, þetta er bara erfitt símtöl, ég skal taka, en það var frekar þannig sko að þau var að slást hver ætti að fá að taka, af því að fólk vill taka slaginn, og þau eru, og til dæmis einn elsti blaðmaðurinn sem ég hafði nú miklu fordóma fyrir og hafði heyrt ýmislegt hann er bara ótrúlega vandaður, en það einhvern veginn gleymist oft í hita leiksins, ég hef heyrt hann beða fólk afsökunar oftar en einu sinni, jafnvel þótt hann ekki þurft þess, ég hef heyrt hann hugga fólk í síman, því þú ert með fólki brjálæðislegri geðsræningu oft, og það er fólk að hringja okkur sem ætti frekar að hringja í lögfræðing, eða á lögregluna, það gerist ítrekað, og þú ert einhvern veginn bara með fólk ofta á bara erfiðasta og það lægsta tímapunkti lífsins, það hefur lent í ofbeldi að það verið að birta fréttir að því að það hafi gert eitthvað af sér, kona sem hafði samband við mig sem að við birtum nafngreindum hann ekki, en birtum það að hún hefur verið ákærð og sakfelld fyrir stórsfellt skattsvik og hún var mjög ósátt, bara ég á börn og allt þetta og ég bara, ok, en þú hefur átt að hugsa þessi börn þegar þú stalst þessum, 20 milljóna. Það ég get ekki borið ábyrgð á því. Og þetta er opinber gögn og auðvitað er þetta erfitt og maður þekkir ofta þetta fólk. Og þetta er ekki, ég myndi ekki segja að þetta vera slæm manneskja, en fólk verður að bera ábyrgð á gjörðum sínum og það er ekki mitt hlutverk að venda börn þeirra fyrir þeirra eigin glæpum, skilur, það er ekki verið að nafngreina neitt. En það er líka svolítið svona að ég hef alveg prófað náttúrulega bara eiginlega alla tegundra blaðamenn, sko, þetta er erfiðast að, sko, það er erfið að þægilegt að sitja einhvers staðar og geta verið að gera bara fréttir af einhverjum hagtölum eða eitthvað, því það er enginn að fara að vera neitt reiður út í, skilur. En það erfiðast að tegundina blaðamenn, sko, er þegar þú ert að setja út einhverja frétt sem þú veist bara, þetta er einstaklingur. Og þetta er kannski ekki þægilegar upplýsingar um en einstakling, en þetta er satt. Þá, þú veist, þá náttúrulega er það hlutverk blaðamann að segja fréttina, en það þýðir ekkert að þeim finnst endilega eitthvað gaman að þeir vita fylgifiskurinn er að þessi einstaklingur er kannski í mólum með þetta eyðilegu mannorðans eða eitthvað svoleiðis, sko. Nei, og þú veist, ég alls ekki, og það gleymist einhvern veginn oft að það er ekki eins og við skjöfum high five hvert einsta skipti sem að kemur ákæra, sko. Þú veist, þetta er, við lítum á þetta sem okkar hlutverk, tökum mikið á þessum málum sem enginn annar gerir og þú veist, það þarf að taka slaginn og fólk verður náttúrulega líka bara eftir opinber gögn, þessar ákærur og þessi dómar og oft eru mér sann fólk nafngreint í dómum og við höfum ákveðið að nafngreina það ekki. Svo maður reynir svolítið að meta það hverju sinni, en já, einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn persónulegt og þú veist, og ég viðurkenni það alveg og maður finnur alveg eftir að ég tók við þessu starfi að það er kannski ýmislegt sem stendur mér ekki lengur til boða, sem stóð mér til boða áður. Meinirðu þá atvinnulega séð það? Já, bæði atvinnulega og þú veist, það eru svona sumir sem bara sækjast kannski ekki eins mikið eftir einum félagskap og meðan aðrir sækjast meir eftir því og fólk svona finnst þetta einhvern veginn og svo áttar maður sig á því að þú veist, það eru kannski bara mun fleiri óheiðarlegir heldur en maður bjóst við og svo er fólk alltaf að móðgast fyrir hönd annara. Það er alveg sér kapitur út af fyrir sig. Það er líka, og Íslendingar eru mjög góðir í því, það er bara eiginlega heimsmet í því. Ég hef alveg ítrekað lent í því að það hafa rosalega margir móðgast fyrir hönd einhver sem ég tók viðtal við, en viðkomandi var bara mjög ánægður með þetta. Þannig að við þurfum kannski bara aðeins að svona slaka á og leyfa fólki bara að díla við sitt sjálft. Já, er allavega að byrja að spyrja þig, ef ég er að móðgast fyrir hönd einhvers, er ég vissum að viðkomandi vilja að ég sé að móðgast fyrir hönd hans? Það er eiginlega lámarsforsendar. Já, eða hann kannski reddi hann bara við blaðamann, það var ákveðið að þú veist að það var ekki vitnað í hann en viðkomandi vissi og svo, og oft er það þannig, við erum ekkert að reyna að stinga fólki baki, alls ekki. En þú veist, það er bara viðbjóður við það og ég viðurkenni það alveg, þú veist, svona mitt mesta eiginlega mesta bara sorg í starfi sem að ég vona að reyndar að sé að lagast, er sko ég hélt alltaf að þú veist, ég með mjög sterkast siðferðiskennd og oft kom mér mikil vandræði, bara strax í grunnskóla þá var ég alltaf látin sitja eftir út af því að ég var, alls konar Taka á þau sök fyrir aðra? Já, bara þú veist, eitthvað sem ég sko, mér þess að kærði einu svona skólastjóra minn fyrir umbóðsmann barna út af mér fannst að okkur vegið það því að við fengum ekki að hafa opið hús og diskóljós eins og aðrir og gert skrín á okkur. Veist, ég er alltaf að taka slaginn. Að ég hélt einhvern veginn að ég og starfsmennirnir mínir og miðillinn værum í bara sömu baráttu og til dæmis lögreglan. Við værum öll að gera hlutina betri og koma upp vondakallinn. Og svo gerist það að við fáum bara mjög gróf sönnunargögn í mjög ljótu ofbeldismáli. Og
þeir neita að taka við sönnunargögnunum. Og ég upplifði þarna bara svona, að því að ég mikið álit á lögreglunni, alltaf haft það, hef þurft að leita til hennar, á aðstandendur sem hafa þurft að leita til hennar, já, fjölskyldumeðlimi sem hafa starfað í lögreglunni, og mér alltaf fundist lögreglunni í Íslandi stórkostlegt fyrirbæri. Og svo bara gerist það að þeir bakka okkur ekki upp og aðstoða okkur einhvern veginn ekki, og við erum bara, við erum með þessi gögn, það einn látinn og það ekki búið að setja neitt í fangilsi og hér erum við bara með játningar og eitthvað, þeir verða að taka við þessu. Og það meira þess að þannig að það fyrir blaðamaður niður á lögreglustöð og þeir eru að taka við gögnunum. Akkur er þetta að taka við? Bara benda á næsta, þú er að fara þanga og heyri þessum og við meðum ekki taka við þessu og þetta heyrir undir þennan og það endar þannig að það bara hringja bara í hæst settan á stöðinni og ég sagði bara, heyri, ég get ekki meir. Þið verður bara að taka þetta. Þetta er ekki blaðamál og það verður að vera eitthvað samkomla hérna okkar á milli að ef að við fáum einhver viðkvæm gögn að þið verður að taka við þið verður að segja nei, þetta er vinslu stundum með hlýtur að vera þannig að við þurfum að bora í einhver mál, það getur skemmt fyrir ykkur það verður að vera eitthvað samstarfinn á milli og stundum er að koma bara, erum við bara með eitthvað sem er algjör viðbjóður og ég get bara ekki af því að þá er þetta kannski þeim það viðkvæmt eða það stutta á komið eða einhvern veginn að við getum ekki unni með það ég get ekki sett á hann skúfu og fara svo bara heimtíminu og svo er fisk og sveft börnum mín En hvernig er það? Af því að ég tók tímabila sem ég var í svolítið skítur í blaðamennsku og var að gera mikið af þáttum barnanýðinga undirheimana og þá man ég mitt að þá sko ekki bara var alveg erfitt að díla við kannski að það hafa verið að ringi í manni tíma og tíma eftir þætt en einhverju sem áttu hluta máli heldur fór líka sturtast yfir með einmitt bara beiðnir frá fólki og ég var bara herðu, þetta er mál fyrir lögregluna, þetta er mál fyrir geðlækni, þetta er þegar þú ert að ritstýra svona blaði þarftu ekki að kenna blaðamennunum sem er að vinna fyrir þig að læra að setja mörk, af því þetta er eitthvað sem getur náttúrulega bara keyrt því í kaf ef þú ert að taka þetta mikið inn á þig og ef þú ert að gerast bæði löggæslu aðili og geðlæknir fyrir fólk út af einhverjum fréttur sem þú ert að skrifa. Jú, klárlega. Þannig að eitt af fyrsta sem ég gerði var bara að biðja um okkur útvegar sálfræðingur og þú jafnvel með bara ungt fólk sem á ekki að þurfa þannig að ég vil líka bara beða um að íta öllu svona yfir til mín að ég geti þá bara tekið á því og þeir sem eru eldri og búin að starfa þarna lengur þeir gera þetta mjög vel en fólk er að taka þetta mjög mikið inn á sig og það gengi mjög mikið á það er að biðja fólk um að getur kíkt til mín í kaffi, má ég segja mína hlið og það er bara að embúsa fólk Það er bara svo mikið af málum sem eru þannig að lögreglan kannski hefur ekki mannafli að vinna þið fyrir rosa seint og þá er fólk að setja svolítið traust á blaðan Já og mikið að hælisleitendum og fólki alls konar aðstæðum, hringi ekkert átandi einstaklingar eftir sem hann lenti grófu ofbeldi og maður eitthvað bara leiðin út í hádegismat með vinunum og svo bara með eitthvað grátandi símanum og brún umslög skilin eftir bara tröppunum fyrir utan heim á mér þetta er alveg þetta er miklu meira hefi en ég bjóst við. Ert þú búin að læra að setja þér þín mörk? Ég er ekki góð í því sko og ég held að þetta starf er kannski svolítið þannig að fólk brennur hratt upp en það hefur enginn verið ritstjóri kannski rosalega lengi á svona miðli fólk hefur líka bara mist sig í áfengi og neyslu og þú veist einhvern veginn að því að ég var alveg komið heim til mín og bara sko sest á gólfið og öskur grenjað yfir bara viðbjóði einhvern veginn og ég hef ég á ekki gott með að bara íta hlutunum frá og gleyma þeim, ég fæ bara svona áráttukendar hugsanir bara hryllingin einhvern, get ekki einhvern veginn bara, ég ætlaði á tímabilið að sækja mig lögreglunni en svo áttaði mig á bara það er þetta sem að mun ég get ekki bara einhvern veginn glemt þessu og svo held ég kannski að því ég á lítil börn, 1 2 og 1 6 ára og mann svona meðvitaður hvað lífið er dýrmætt og viðkvæmt og og oft bara illa sofin litla barni svaf mjög illa lengi eftir 4-5 tíma svefn það er þetta erfiður slagur sko. Já, það verða varnirna minni og maður er einhvern veginn taugaveiklaður og svona tættur en og þá treystir maður svona svolítið á baklandið og mitt fólki sem er að vinna með mann og þeir sem eru búin að vera lengur í þessu og ég er svo heppin að ritstjóri Fréttablaðsins er líka svona einn minn nánasti vinur og hann er eldri en ég og getur stappaði með stálinu og hann ansi oft sko spyr bara hvernig húmórin er tekur svona stöðun á mér og svona sem er mjög gott sko en
Já, ég Er það ekki gott þegar maður í þessari stöðu að geta leita til fólks sem að því það ég held að sé erfitt að skilja þessu stöðunum og hafa verið í henni sjálfur, þú talar ritstjóri annars stórs blaðs, eða fyrrverandi ritstjórar DFF eitthvað, því það alveg erfitt að skilja þetta nema maður hafa verið í þessari stöðu. Það það. Og svo ertu einhvern veginn vondikallin og góðukallin til skiptis. Og maður einhvern veginn bara, ég samt alltaf að reyna bara að vera almennleg, en þú veist það bara hvorum megin ertu. En það einmitt að þú ert í þessari kannski svona beittu blaðamennsku, að þá sko fólk rosa ánægt með þig ef þú ert beittur gagnvart einhverjum valdhöfum eitthvað, en svo verður það rosa óánægt með þig ef maður beittur gagnvart einhverjum sem kannski vinsæll aðili og það eitthvað svona, þetta óþægilegt mál fyrir viðkomandi eitthvað svoleiðis, þannig að þetta þunn lína. Og svo fólk bara ofta reitt þegar maður með einhverju fyrirspurnir og þú veist, maður þarf náttúrulega líka að díla við alls konar stjórnmálumenn og ráðherra sem eru misfrekir og misvandaðir. Og svo einhvern veginn það líka það sko með að setja fólk á forsíðu og þá, ég reyna að vanda með því að þú ert ég reyna að upphefja, ég setja ekki fólk á forsíðu sem ég finnst ekki vandað, þú ert að upphefja mannesku með að setja hana á forsíðu á blaði sem þú dreifir í mörg þúsund eintökum. Þannig að maður það líka einhvern veginn að hugsa svolítið vel út í það og svo líka þetta eitthvað svo ruglað eins og með þetta ofbeld og allt þetta einhvern veginn, maður einhvern veginn líka reyna að meta sko bara þröskuldin hjá fólki eins og núna þá þetta einhvern veginn eins og síðasta vika var bara ömuleg þá bara COVID-ið og mjög gróft ofbeldi gagnvart börnum, bæði einelti kynferðisofbeldi, bara þessi viðbjóðslegu kynferðisofbeldismál þetta stundum langar þið bara að skrifa 10 Kardashians fréttir bara til að einhvern veginn já og maður finnur það líka létta efni núna fær miklu meira lestur af því að fólk bara þarf að bríðir á milli. En kommentakerfin, ég hef tekið eftir svona, eftir að þú varst ritstjóri, það ekki rétt hjá mér, þá hef ég oftar séð en áður að það sé slökkt á ummælum. Og oft þegar það eru til dæmis stór helgarviðtöl við einhvern, það þá að því viðkomandi biður að það sé slökkt á kommentakerfin. Það er undantekning að fólk hafi beðið það, en ef ég sé eitt ljótt komment, þá eyði ég því, en ef ég sé eitthvað svona leiðilegar umræður eitthvað, þá bara loka ég kommentakerfið. Og sérstaklega líka að það er eitthvað svona ofbeldismáli eða eitthvað viðkvæm máli eða eitthvað þá bara loku við og það stundum er hringt niður eftir ég sé hann er komin mjög ljót umræða hvað rasist eða eitthvað þá bara loku við og ég setja kommentakerfi þarf ekki að vera þarna þú veist, ég get alveg bara tekið út for good þannig að ég bara gera þessa tilraun núna að sikta út, loka og henda út ljótum kommentum, banna aðila þetta eru bara 10-20 hálfvitar og eftir að fórum að banna það þá séu þeir fara bara í önnu kommentakerfi af því að þetta eru opið á flestu miðlum þannig að mér finnst þetta gott tjáningaform og oft þetta líka fallegt að vera að peppa fólk upp en ég hef engan tolerans fyrir einhverju svona skítkasti þannig ég frekar og fólk er að ringja mig og sátt það er búið að loka mig hérna og ég segi já, hvað sér okkur er búið að loka já, ég skrifa nú bara eitthvað smá já, býtu, hvað skrifaðu? Og svo þýlu viðkomandi upp ég bara, já, veistu, þetta er bara viðbjóðslegt já, ég meina, maður nú bara spjalla ég bara, nei, þú ert bara ekkert að spjalla Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, þetta er líka einhvern veginn að vera svona anonymous heima hjá sér, skítkastinu þannig að ég líka get bara lokað þessu alveg ef þetta dugar ekki til. Því þetta er annaðið mitt sem að, sko, ég hef tekið eftir í eins og bara svona þessi þættir sem ég með núna eftir því sem er að fara að fá meiri hlustun og meiri athygli þá er ég kannski að fá rosalega jákvæð viðbrögð við einhverju viðtali og ég þarf að passa mig að senda viðmælendunum mínum þetta því þeir eru síðan kannski að gera einhver ein frétt og undir fréttir er eitthvað eitt skýta komment það getur vel verið að þessi aðili taki þetta komment og haldi að þetta sé það sem allir er að hugsa. Já, ég stund að þegar fólk drullar yfir mig að læka bara til að fólk sjái, hei, ég er líka myndirindið, ég sé en þetta er og þetta er líka, Ísland er náttúrulega lítið land þannig þetta er svolítið öðruvís en þú veist, ég ætla ekki að segja að þetta er hérna bara pittalegu mannlegur en ég ætla að gefa mér, þú veist, ef þú ert einhvern veginn svona high level celebrity í risastóru landi þá getur bara ekki einhvern veginn, þú veist, það er miklu meiri nálægð hér aðeins sem úr þetta drull yfir á kommentarkerfinu er síðan kannski bara að fara að vera næstur og undaður í röðun í bónus bara korteri seinna. Bara mjög líklega, nákvæmlega. Eða mammans, nákvæmlega. Þannig að við verðum einhvern veginn, en það er alltaf þannig að það er náttúrulega ekki, það er ákveðið fólk sem vill bara fá útrás fyrir tilfinninganda sínar með því að drulla í kommentarkerfum og það er búið erfitt að stoppa. Það þarf bara að vera þá annars staðar og gera það bara sinni síðu og fólk getur þá valið að fylgjast með því drulli eða ekki. Akkurat. Þannig að það er svona, en svo líka þýðir ekki það sem ég fundið sérstaklega hjá eitthvað svona hátsettum einstaklingum, fólk sem er einhvern veginn vanti kannski að fá að hafa hlutin eins og vill að það snar reiðist ef maður gengur á það. Sem er ekki boði, af því að það er vinnan mín að ringi þig, að þú ert kannski hátsettur stjórnmálamaður eða forstjóri stóru fyrirtæki, það er vinnan mín að spyrja þig
og það vinnan þín að hafa hlutin í lagi og svara mér. Og ef ég hætti að hringja þá eitthvað að. En þetta einhvern veginn að þú veist að já, það bara að mér vegið. Nei, það ekki að þig vegið, ég bara spyrja þig, bara tala við þig. Að einhvern veginn, að fólk það bara einhvern veginn, samtalið uppbyggilegt og gott og ef allt í lagi, þá þetta ekkert mál. Hvernig finnst þér sko, því þú fórst þannig í djúpulaugina og ég var að undirbúa viðtal og sé að þú ert eina af þessum manneskjum sem hefur gert mjög mikið. Þú var mun eftir að þú fluttið til Bali og svona alls konar. Hvernig fannst þér að vera í sjónvarpi með að vera að ritstýra blaði? Mér fannst það mjög gaman. Sko ég líka lesblind og með einhvern athyglisbrest og eitthvað, ég að vinna í því að komast í greiningu, sjá hvort þetta kannski sé, maður minn hefur alltaf verið að biðja mig það, en ég held bara alltaf, nei, ég með annað stýrikerfi en þið, en ég virka, fungera. Svo það verður ómikið álag og kannski hættir maður að fungera og kannski alltaf að tjekka á þessu. En ég gef út 8 bækur, þannig ég greinilega get gert ýmislegt sem ég finnst erfitt, þótt að svo lesblindan og ofverknin og athyglisbresturinn og allt það. Gef út 8 bækur? Já. Það orðið svona margar. Já, og matreiðslubækur og alls konar fæðingabækur, alls konar dót, sko. En sjónvarp finnst mér geggjað, en mér finnst það að vera í beinni útsendingu eitthvað alveg spes. Er því sammála því? Jú, sammála. Ég held við ættum bara, það ætti að vera miklu meira af því. Sammála. Að einhvern veginn stöffið aldrei skott í þriðateik eða einhvern veginn bara... Við erum einmitt að velta þig fyrir okkur, sko, eftir ákveðin tíma að fara að setja þennan þátt út bara live á Instagram og Facebook þegar það er verið að taka viðtalið. Af því það setur allir einhvern veginn aðeins meira upp á tennar, sko. Já, þá líka losnar við eftirmálan að fara yfir. Ég meika þetta ekki, það getur að segja það, einhvern veginn, það bara eins og fólk í útvarpið, þetta bara flýgur. Tók eftir þegar ég var með þættina mína einmitt sem að þú komst í viðtalið mína á, að þá voru einu mistökin sem átti sér stað, voru alltaf þegar ég var búin að segja fólk, þetta er tekið upp núna í þetta skiptið, þannig að það fer eitthvað, bara, og veist, já, ok, ég má gera mistök og það er hægt að taka upp aftur og eitthvað. Já, ég að því að þessir þættir voru mikið í beinni útsendingu, þá held ég að koma oft svona alls konar mjög fyndið og flipp og skrítið út af því að Þú varst, sko, ég mana þegar millibilstímabilið þegar ég var með spjallþættina fyrst, svo fór ég yfir í málið, þá stóð til að gera svona síðdeis /kvöldþátt svona í anda Ísland í dag og það var sagt við mig, sko, þegar ég var að prótsa að við tvö ættum að hósta hann saman. Já, það hefur verið góð hugmynd. Varst þú aldrei að prótsa með þetta? Af því þá voru þið svona veltaði fyrir sér hvað ætti að gera með mig, af því ég var ennþá á samningi þarna, þeim fannst sko spjallþátturinn vera svona það var búið að gera 11 seríur eða eitthvað, þetta verður svona komið gott og við ættum að gera eitthvað annað. Já. Þá var þessi pæling upp á borðum. Sko. Nei, en ég einhvern veginn endaði samt alltaf með först innslög í Íslandi dag og ég var ekki að vinna þar. Það var bara sýnt í mig svona aðra hverja viku, bara, getum við gert eitthvað? Og ég bara, já. Þannig að ég var einhvern veginn að fara á einhver stefnumót eða fara í rektina og eitthvað Íslandi dag alltaf með og þetta var mjög ruglað. Og ég með svona tímabili, þá var ég einmitt í eitthvað svona innslögum eitthvað í rektinni og hvort ég var í einhverjum átakið eitthvað, ég maður ekki, en þá átti Helga Arnar koma þá búið ekki reitt innslag, svo ætlaði hann að koma í follow-up einhver seinna, nema hún greiði festist í einhver annari frétt og tökumæður var mættur, en Helga var föst bara í fréttur og mannstar, og ég eitthvað, ekkert mál ég bara tek viðtalið um mig sjálf og það sattir óslega auðvelt, þá var bara kameru kveikt á og ég bara, já, einmitt, sko og bara svaraði alltaf, bara spurningu sem ég hugsaði upp sjálf og svo bara fór hann tilbaka og bara viðtalið á sínt og það var aldrei neitt spyril og þá hatt það aldrei neitt. Mér finnst þetta svolítið einkenni, þetta er svona eitthvað sem maður myndi kannski kalla hugrekki, að einhvern veginn bara þú veður í hlutina, að því sumir myndi segja nei, ég get ekki, þetta er eitthvað skrítið, skilurðu, það þarf alveg smá kunst til að segja, ok, ég bara svara eins og það sé verið að spurja mig, bara let's go for it, skilurðu. Er þetta að því þú sagðir að vera með athyglisbrest, er þetta með annars konar stýrikerfi, er þetta hlutaði? Örugglega. Og líka, ég er bara svona á það til, sko, einhver myndi segja að ég væri fljótfærin og eitthvað, en ég held frekar eins og segir þetta sé hugrekja, því að til dæmis ef ég er mjög reið, þá, og góð vinkonum mín sem kendi mér andi gegnum að skrifa niður, hugsa og svo fara hlutir daginn eftir, þá finnst mér ég missa hugrekið. Af því ef ég er mjög reið, þá bara gengir hreingtivegs bara, þetta er ekki í fucking lagi. Daginn eftir bara, herru, ég vil nú bara segja það, ég var bara ósatt við þetta ekki, þú veist, það missir eitthvað powerið. Ég er alveg sammálaður. Þannig að ég vil bara hjóla í hlutina og vera trillt og tjúluð, frekar segja bara, heyrðu, ég var kannski aðeins svo vest þannig gær, en bara koma með þetta eins og þetta er, að ég verð sjaldin reið, en ég verð tjúluð.
Ég líka svona, ég verð tjúlaður þegar ég verð reiður og þá einmitt, ég alveg sammálaður því ég tók tímabila sem ég var rosa mikið að huglega og gera jók og þá var maður einhvern veginn alltaf svona tempra sig in the end, einhvern veginn, hvernig myndi Jesú gera þetta ég ekki fokkin Jesú, skilur Nei, ég bara mannlegur og það sem ég hef fundið eftir ég fór aftur einmitt bara að leyfa mér að, þú veist, hætta að reitskoða mig að þá kannski segir maður stundum eitthvað ef maður verður reiður eða eitthvað og það kannski aðeins svo mikil tilfinning í því en maður var samt að segja satt þannig að maður getur þó sagt sorry, þetta var aðeins svona yfirdrifið hjá mér og ég notaði kannski aðeins svo stóra orð en ég allavega búin að koma því til skila sem ég vildi segja og ég held að sé bara að því ég og þú tölum bæði mjög mikið að við þurfum bara aðeins að það þarf að vera svolítið mikið power í því sko þegar maður ætlar að æsa sig í gegn og þá er það bara allt í lagi þannig að en einu skipt sem ég sé eftir í reið það er á veitingastöðum, í sjúklega matsár og ég verið dónalega á veitingastöðum það er þau skipti sem ég út í þá sem að koma með matina? Nei, mér finnst bara glata ef ég fer mjög mikið út að borða ég fer út að borða saman veitingastæðin og panta alltaf það sama og svo bara eina vikuna kemur rétturinn allt öðruvísi að því að var ekki eitthvað til í eldhúsinu bara, komdu þá og segðu mér það consistency matters þannig að, já, ef ég fæ vonda mat á veitingastöðum þá verið tjúluð og eitthvað metnaðleysi og eitthvað þannig þá bara, og ég hygglust, ég hef bara verið á veitingastað og fengið glataðan mat og talað um einhvern þjón og hann var ekki almennlegur, bara fann ég númeru á eigandanum og hann var á Spáni og ég hringdi bara í hann ég bara sendi honum mynd, ég bara, hvað er að frétta þessu? Svo pantaði ég kaffi og það kom alltaf undirskálinn, þetta var allt bara glata og hvernig þessu tekið? Mjög vel, hann sagði bara, takk fyrir ég segi, sko besta vinkun mín á veitingastað ef að starfsfólki hennar var ég að vinna svona illa þá myndi hún fljótlega að fara á hausinn þú veist, þetta snýst þína afkomu, þetta er bara það sem fjölskyldan þín lifir á þannig að ég ætla bara að láta þið vita frekar að trillast á samfélagsmiðlum eða eitthvað Þetta svolítið svona sem ég allavega með tímanum farin að kunna betur og betur að meta, ég bara lenti því síðast í gær að ég fekk óþægileg skilaboð frá aðila sem ég kann samt það mikið að meta að ég, fyrstu viðbröðinu bara fara í vörn en síðan bara svona bara gott að fá heiðalegt feedback. Já, og ef þú veist hvaðan það kemur. Akkurat. Ef það er svona, vel meint. En svo er það einmitt, eins og segir, svo oft með þessi skilabóð, að það er svo erfitt, eitt broskað til eða frá, getur alveg bara verið make og break fyrir heilu vinasamböndin, sko. Rosalegt, sko. Já, þannig að maður þarf einmitt svolítið kannski bara að horfa í það. En já. Hugrekkið, af því að ég þú veist, maður ástundum með að sjá þetta sjálfur. Ég á mjög auðvelt með að sjá, sko, þess að segja hugrekki vegna þess að ég inspærast af fólki sem bara gerir hluti og þú veist, til dæmis þegar þú fluttir til Bali, það er dæmi mjög hugrakka ákvörðun. Þó að þú sjáir síðan kannski þú ert komin út og það bara indislegt að vera, nei, hvað er ég að pæla að vera eitthvað óttaslegið við þetta? Þá er maður samt óttaslegin áður en maður lætur verða af því, sko. Já. Hvernig var það? Við fórum hann að fyrst í einhverja 1 eða 2 mánuði, svo fórum við aftur í einhverja 2-3 mánuði, vorum að þjórum með lítið badd svona þvælast á milli og voru svolítið þarna í fæðingarólánu. Mamma fekk einhverja hræðilega drauma og við vorum svo lítið badd, hún var bara 6 mánuða og heilbrigðiskerfið þarna er náttúrulega allt annað og svona, hún var dauðhrædd, þannig að ég var orðin hrædd, sko, en svo bara var þetta ótrúlega lítið mál og við náttúrulega erum ótrúlega, ég er svona líffrætt með börnin mín og passaði þannig að fólki finnst nú alveg og dætur mínar fá ekki að kista neins þar annars þar og mjög bara pössfusam með þetta allt saman og það, ég held að það skipti bara gríðalegu máli, þá sést líka leið, sko, þú veist, það er ekki vitað börn sem eiga foreldra sem eru bara alveg onni í þeim, eru ólíklegri til að lenda í ofbeldi, það er ekki vitað hvort það sé út af því að þau eru onni í þeim eða hvort að ofbeldismenn upplifi það að það sé erfiðar að nálgast barn í þessum aðstæðum, þú veist, en já, ég bara tók snemma þá ákvörðun að vera bara þessi mamma, þannig að við, vorum bara með barni, vakandi og sofandi yfir þessu barni og hann úti og þetta var samt stórkostlegt, en þar á Bali er einhvern veginn, börn eru það mikilvægast í heiminum þar, það er bara, börn eru það næsta sem kemst Guði, þegar við vorum að vera komin, sko, 5 ár frá því vorum alltaf sem mest að þá var engin með kerru, það var ekki barnastólar yfirleitt á veitingastöðum af því að þau trúðu bara að þú ert alltaf að halda barninu sem næst hjartanu, þú ert ekki að láta það frá þér í stóli eða kerru, þú ert bara alltaf að halda því. Er þetta trúarbröð? Þeir eru með einhverja tegunda hindúisma? Já, trúarbröð og líka, sko, karma, þeir trúa bara einhvern veginn að ef þú basically stelur þá verður kakkalæki næsta lífi, sko. Engin barnastólar í bílum
og þú veist, þeir heldur bara börnunum á svona skúturum, ég náttúrulega bara alveg það er rosalegt að sjá það það er rosalegt, sko en já, þeir passa börnin sín samt gífulega vel en á svona sturlaðan máta, en svo bara ótrúlegasta fólk, við fórum kannski á Michelin veitingastað og það þurftu allir að bíða eftir að fá matinn af því að kokkurinn var að koma fram og leggjast á gólfið og leika við barnið og fólk stóð svona þegar við komum inn með það megum við halda bara 2-3 afgreiðslukonur og það bara gerði ekki neitt annað bara en að leika við barnið og minnst einhver leigubílstjóri sem keyrði okkur, hann bara minn æðsta ósk í lífinu er að eignast barn. Hvað voruð þið lengi að það? Við vorum mann ekki 1 eða 2 mánuði fyrst og svo aftur 1 eða 2 mánuði og svo fórum við í 3. skipti, þá var ég að gæta þannig að við vorum bara svona svolítið on-off sko en ég fekk líka svona mikið annars seinna skipti held ég að vera 2 mánuði þá fórum við með sko barnapíu, systir mín og hún passaði meðan við vorum bara að vinna, ég var sko að bók og eitthvað en einmitt á Bali þá fekk ég líka þú ert komin svona fjarlæð sko, þá fann maður ennþá meira hugrekki þannig að ég fór inn í einhverju núðlusjoppu þarna þegar ég var að vera búin með fæðingarorlofi og hringdi í höfumann minn og sagði hann ég bara kæmi ekki tilbaka, þetta var bara búið og bara hann í núðlusjoppunni og einmitt sko starf, þá var ég framkvæmdastjóri markaðsviðs Skjás 1 sem var svona eftirsóknarvert starf og var held ég 26 ára held ég að jafnvel 26 ára því að komin í framkvæmdastjórn þar yngsti minni deild og maður var ekkert að segja upp ykkur svona starfi með mjög góð laun og meirist að það þegar það komið fréttum að ég var ólétt þá fekk yfirmaður minn fullt af starfsumsóknum fólk sem vildi fá starfið mitt og honum svona, já, hefur örugglega fundist þetta skrítið en skildi mig nú og samþykti það og þá var Skjár 1 að renna inn í símann og mér langaði ekki að vera einhver deildarstjórinn í kjallara í símaranum eftir að hafa bara Skjár 1 og svo lítið batteri þá bara, fólk gæti bara gert það sem maður vildi og það sem var svo geggjað að þegar það byrjaði nýr maður í tölvudeildinni yfir maður tölvudeildar að hann kemur bara að vinna vinnuna sína og svo sér hann einhvern veginn svona kortir í 5 eða hálf 5 þá standa allir upp og fara að gera eitthvað annað og hann bara byrja hvað á ég að vera að standa upp og á ég að vera að gera eitthvað annað er ég að missa, á ég að vera okkur fundið eitthvað og við bara, nei, við erum alltaf að fara í hinar vinnunar okkar og hann bara, hvað meini? Þá var þess að eitt sem var klippar að fara niður að pródúsera þátt það var annar strákur í tæknideildin að fara upp að lesa skjáauglýsingar ég var að fara niður að búa til, ég var með spjallátt sem til toppa, var allir að fara í hinar vinnunar sína því við gerðum allt og ég alveg, þetta er alltaf leið, þú ert bara tölvumæður þú skalt bara verið því en þetta var alveg svona ruglað, sko, en á móti koma maður fekk að pröfa allt og einhvern veginn að gera allt Upplifður þegar þú varst út á Bali því ég upplifði það þegar ég held í 4 sinnum verið lengur en 2 mánuði og þá hef ég alltaf verið á stöðum sem einhvern veginn svolítið nálægt miðbau ég var í LA, Bali, Tælandi Mexíkó að þá líður mér eins og það taki mig svona 2 vikur þá ég ennþá með Ísland í mér og einhvern veginn streituna og allt svo byrjar að hægjast einhvern veginn svolítið á manni og svo maður allt í hennu komin á þann stað að einmitt, talandi þetta, maður einhvern veginn hver dagur bara, maður lætur honum næja sína þjáningu og maður einhvern veginn bara maður allt í hennu orðið bara svolítið sama sko. Já, það tekur nú tíma fyrir fólk að hætta hringið og hætta áreitaði fyrir Íslandi að skilja þú úr annar staðar en þá eru við Íslendingarnir yfirleitt og leiðinu heim úr fríi þú ert búin að ná kannski 1-2 dögum smúrt lentur eftir svona áreitið einhvern veginn bara nú er ég komin í frí og þá ert að fara heim sko, það er einhverjir töfrar jafnvel þú sömum finnist sem hafa komið til Bali þetta sjórið þú veist á sömum stöðum svolítið skítugt en þá má bara fara á vill sem stað einmitt, af því það er einhverjir galdrar þarna það er flest allir sem koma að upplifa það hvar fannst þið best að vera? Mér finnst æðislegt að vera upp í sveitunum, upp í Ubud og þar í kring. Ubud er best. Já. Svo er ég líka svo mikill mér líður svo ótrúlega vel að fá að labba berfættur á strönd og syndi í sjónum og eitthvað. Þannig að ég var líka Canggu og Seminyak og þetta voru nokkri staðir sem ég var á. Þetta er geggjaður staður, sko. En maður þarf að velja vel. Það er alveg að lenda þarna í bara túristtrapp og allt og dýrt og bara höstli og algjörlega óspennandi, alveg eins og annars þar. Og tekum maður líka smá tíma að ná, ég man að fyrst þegar ég kom, þá var ég að koma beint frá Íslandi, og þá hafði ég ekki mikið ferðast í svona, maður kallaði þriðja heimslöndum og bara áreitið, sko. Bara háfaðinn fólk og þú veist, sölumennir jafnvel að toga í þig og maður tók þetta allt svona, einhver taugakerfið, manni tók þetta allt inn á sig, en svo þegar maður fór að dempast, þá var maður farin að vera bara, þetta er bara aðilega að reyna að lifa af að selja bólinn sinni og bara, það sýna honum bara sympatí og kærleika og... Já, ég svona í Ubud, þá lentum við aldrei einhvern veginn í neinu svona... Nei, það er öðruvísi, miklu rólegra þar. Já, og við einhvern veginn bara fórum bara að lifa svona frekar einhvern veginn lágstemt mjög fljótt, sko, þú gerði bara eitthvað 1 á dag
og það bara dugði, þú veist, en maður náttúrulega drepur sig á þessum yfirsnúning sem maður er í, þú veist, núna er ég með fyrirtæki, ég er að stofna annað fyrirtæki, ég er í 150% starfi, ég er með 2 lítil börn, ég á hús sem við erum einhvern veginn að reyna að gera upp og skipta um það og gera eitthvað, þú veist, þetta er bara, og svo er ég alltaf bara, okkur er ekki byrjað að skrifa bók, hvað er að mér? Ég veit það. Akkur erum við svona? Ég er svona líka, sko. Veit það ekki, ég held að þetta sé bara eitthvað sjúkdómur, sko. Maður sækir í hennan helvítis yfirsnúning. Já, og svo er maður alveg miserable, sko, þegar það fer að slakna á. Nú er ég svo tilbúin að fara að gera eitthvað. Og svo ofleðist þetta, sko, en góð vinkona mín sagði eins og við mig þegar ég var alltaf á kvartundin, svo mikið álag, ég var, þú veist, með sjónvarpsþátt og að skrifa bók og í vinnu og allt eitthvað. Og hún sagði, nei, þetta var þakklátt. Þetta eru allt verkefni sem þú sóttist sjálf sérstaklega eftir. Þú baðst þetta, það gekk upp, ég nenni ekki að hlusta það væli yfir þessu. Sammála. Bara takk og kerrið til gegn, en hann þá vita að gera minna næst ef þetta hentaði ekki. Einmitt. Ég er búin að fara yfir allt það sem ég er að gera núna og þetta er allt eitthvað sem er óbóðslega skemmtilegt. Allt eitthvað sem ég á að vera að gera. Þannig að ef þetta er orðið vandamál, þá er það bara vegna þess að ég er að gera þetta eitthvað skakt. Það er ekki að því ég er í rangri vinnu. Nei, líka kannski þarf maður að gera allt í einu. Það er svolítið svo leiðis. En ég veit ekki hvort að þú upplifir það. Ég upplifir svolítið svona, þegar ég komin á yfirsnúninga, þá er það þannig að það er ekkert millistig og milli þess að vera á yfirsnúningi og vera bara eitthvað í þrá eða komast í smá frí. Svo færð allt í einu daginn þar sem er ekkert að gera, þá bara, heyrðu, ég er alveg þunglindur. Já, og svo gefst maður upp og þá bara kemst maður nánast ekki fram á rúminu og svo þetta er svona, ég er svona sveiflukennd og líka bara í skapinu alveg, get verið svona rosakátt og þung og bara svona upp og niður sem fylgir líka bara, maður tæmi sig bara, þá er maður þreyttur og búin og þungur og pirraður og náttúrulega pirringur og kvíði er bestu vinir, þannig að pirringurinn kemur þegar maður er kvíðina þegar það er mikið að gera og þetta einhvern veginn verður svona, svolítið klikka, en svo upplýði það líka því meira sem er að gera hjá þér, því einhvern veginn eftirsóknarverðari ertu og þá leitar fólk meiri, þá klístrast þetta einhvern veginn og þá líður eins og þessu tækifæri sem kom ekki endilega aftur. Þetta er frábærbúndur. Því ég einmitt hlustað á einmitt svona high level fólk tala að tækifærin, sko, þegar þau byrja að koma, þá verður bara veldisvöxtur á þeim. Og þá ert alltaf að fá fullt, eins og ég núna undanfarna 2 mánuði, ég er að fá fullt af tilboðum sem ég hefði gert allt fyrir að fá þegar það var lítið að gera hjá mér. En núna er ég bara, það er ekki glæta, ég geti gert. Ekki glæta, sko. Og þá er maður svona, akkur þetta ekki komið þegar að það var ekkert að gera hjá mér. En þetta svona virka lífið bara. Já. Þetta er annarkvort í ökla þeirra. Já, snowball effect, en maður verður þá að vita því einhvern veginn að tempra hlutina, því líka ef þú klárar þig bara, þá hætti það að koma og koma ekki aftur, sko. Það er svo því þá bara skemmuru. Kapút. Já, en maður verður, ég dáist alltaf að fólki sem er gott í að fara, sem er bara að gera verkefni sín og finnur sig bara, nei, ég er ekki heil í þessu, ég er annarkvort bara þreytt eða þetta er ekki að fara og þá leið sem ég vil eða eitthvað, að bara fara. Og ég hef reynt svona tilenga með það, þú veist, að bæði á mokkanum, ég er bara svona, nei, nú er þetta, ég er búin að gera þetta verkefni, það er ekki gott fyrir neitt en ég sé þetta áfram. Og skjá einum bara, heyrðu, ég er búin að, nú þarf ég að fara að gera eitthvað annað og líka á síðu heyrst, bara einhvern veginn fara þegar þú upplifir bara að þú sést búin að gera sirka það sem að þú ætlaðir eða því að fara að leiðast, því að þá er þetta bara ekki góð hugmynd fyrir neitt. Hefur þú verið próaktív í gegnum tíðina að ég hef hort á mig þá við stundum verið svona reaktífur að ég er komið með leiðangru en ég hætti því ekki fyrir en ég er eiginlega farin að gera það illa að þeir sem er að láta mig gera það eiginlega vilja bara losna við mig, sko. Nei, ég er svo bráðlátt, ég bara, þetta er ekki gott, sjáumst. Já, það er góður eiginleiki. En ég hef stundum gert það að segja þá bara við þann sem ég er að vinna hjá eða hvernig sem það er, þetta er ekki að gera sig, getur þú komið einhverju hugmynda, einhverju öðru, þú veist, ég vil fjárfestingi hverju mér er ekki góð í augnablikinu og þetta er orðið ofauðvilt fyrir mig, þetta er bara eitthvað sem flæðir. Fullt af góðu fólki sem væri sátt í að gera þetta, ég þarf eitthvað meira. Þá kemur kannski viðkomandi með einhverju hugmyndu eitthvað og þá pröfa maður það eða bara fer. En þá eru allir bara sáttir, bara ok, þetta er, þú veist. En Kalli maðurinn, er hann ólíkur þér? Já, annars væri þetta náttúrulega ekki hægt, sko. Getur ímyndir ef þú byggir mig sjálf þér, það væri hræðilegt. Ekki gott. Ég hef prófað að búa með manneski sem er mjög lík mér og það virkaði ekki. Nei, þetta verður bara eitthvað algjörst, partí í smá stund, svo er þetta bara ruglað. Já, hann er þessar tölvunafræðingur og starfa við það og er prófari og er rosalega kassalega að því leiti að, þú veist, hann passar bara rosalega vel upp á hlutinu og ótrúlega vandvirkur og hann er ekki spontant, hann þarf að hugsa hlutinu og svona, þannig að við erum mjög ólík sem að ég held að virki bara fárulega vel. Þannig að hann gefur þér svona okkur hjartengingu? Já. Gekka. Og hann líka, sko, ég tók eitthvað trillingum
daginn, hann sagði bara, heyrðu, nei, nú ertu bara sjúklega ósangjöð og nú þarfstu bara að óna það bara, þú veist, bara nú þarfst þú bara að díla við það og bara, heyrðu, þú ert stressuð og þess vegna erst þú bara hundleðileg við okkur fjölskylduna og ég bara, point taken Það er stundum erfitt þegar maður fær svona andi í magan og segja, þetta var kannski rétt fyrir bara. Já, en það er samt svo gott að láta segja sér til af því að það er svo vont að vera ósangjað. Það er ömurlegt, sko. Og þetta gerist þeim þegar streitan byrjar að fara upp, þá byrja maður smám saman að verða öðruvísi en maður tekur ekki eftir í sjálfur, af því það er að gerast svona hægt og rólega. Já, en svo er þetta líka að læra að setja mörk, sko. Mér finnst svo erfitt að segja nei við vinnu mína. Og fólki í kringum mig af því ég vön því að vera mannski sem alltaf að plana einhver óvissuferðir og gera og græja og einhvern veginn surprise party fyrir þennan og þetta fyrir hinn og einhvern veginn og svo þegar maður hefur ekki tíma þá finnst manni maður vera einhvern veginn verri vinur og svona einhvern veginn ekki vera að standa sig en þess að sífellt að þörf fyrir að standa sig vel í öllu einhvern veginn og svo gengur maður á sjálfan sig allstaðar og einhvern veginn, ég myndi að fólk er að ringja hafa ekki tíma til að ringja tilbaka en svo bara kemur ljós og þeir sem eru vinir manns, þeir vita bara maður hringir tilbaka kannski til 2 vikur eða þú veist eða ef einhver myndi senda mér, herru ég þarf að halda myndi ég hringja strax en þetta er vond tilfinning einhvern veginn að ná ekki að sinna því sem manni langar til að gera einhvern veginn almennilega og vera svona tættur en það er líka úþálandi þegar fólk einhvern veginn þú fær skilabóð fólki sem þekkir ekki mjög mikið hringt í mig nei okkur þú að búa til kvöð á mig einmitt ef þú ert að tala um mig, þá ringir þú í mig jafnvel bara fólk sem er náum og þetta vinnur sem þekkir mann ekki Já, þetta er mjög algengt Þetta er sjúklega dónalegt Sæll, númerið mitt, viltu ringi mig? Nei, vil ekki Nákvæmlega, nei Bara, þér er velkomin að hafa samband ef þú þarft Ég ringi ekki, ég er bara En er það ekki líka ágætt regla eins og bara hjá vinum og svona ég er svolítið að reyna að vinna með þá reglu að ef ég ringi einu sinni eða einhver ringir einu sinni í mig og það er ekki svarað þá bara er það svona given að það sé mikið að gera en ef maður ringir tvisvar þá er það því að það er urgent Já, það er algjörlega þannig En það ekki? Jú Svona óskrifuð regla Algjörlega En það er samt erfitt einhvern veginn að sætta sig við það að maður þurfi að láta maður þurfi að gera minna ég er alltaf að reyna að gera minna einfalda líf mitt, vera minimalískari og svona en þú veist, maður breytir samt ekki típunum sem maður er Nei. Að vilja einhvern veginn vera út allt og gera og græja og það er einhvern veginn Ég held að maður eigi ekki, þú veist, ef maður er svona eins og þú, svona rosalega orkumikil maður, það er alltaf að beisla það en maður verður samt að bara vera svo sem maður er Já, en núna til mér sem er búin að ákveða nú fyrir út að hlaupa út nóvember hverjum eins og degi veist, ég hef alveg fengið bara dagar sem ég bara ég held ekki, get ég alveg fengið hjartaáfall svo stressu og finn bara svona einhvern veginn víbringin og bara Ertu búin að hlaupa? Já, bara til að fá losun, sko af því að strax út búin að þótt þessi bara 3 kilometrar þá nærðu bara einhverju smá hjartengingu og bara svona, þá bara fer þessi straumur úr líkamann, sko og það er einhvern veginn, eins og sérstaklega núna í COVID að vera með þú veist 10 starfsmenn og allir vinna heim út allt og mismöndi tímum og hafa einhver yfirsýn yfir hvað er að koma inn í blaðið og eitthvað svona erfið mál og það er einhvern veginn sótt aður úr öllum áttum eins og segja, þú veist, það er eitthvað umslag á tröppunum fyrir utan heima hjá með einhverjum upplýsingum það er einhver fyrrum fangi að senda ljótan tölvupóst og ósla ósáttu við þig það er einhver annar að senda þér póst og hóta að drepa sig þú veist, þetta er alveg svona tjúllað og svo maður eitthvað bara dótt inn eitthvað, viltu klára að horfa með mér á öskubusku og maður eitthvað bara þú veist, það bara sturglast eitthvað innra með manni og svo kannski, af því ég elda alltaf okkur rosa fínt á kvöldin, svo ætla engi borða matinn og bröndu kjötbólutnar og eitthvað ég er bara svona, shit, ég verð bara að henda mér fram á sölunum ég verð bara að gera það, skilur þetta er bara svo ruggla og svo getur maður ekki, núna er ég að reyna að stoppa en daginn, þá stóð ég sko löðrandi sveitt með ferðatösku í barnaloppunni af því að vinkonum mín og ég höfum bókað bás að þetta er svo sniðugt af því að þá tæmum maður skúfurnar og tekur til mér vantaði ekki peningin Nei Af hverju var ég aðeins? Ég hafði sturlað að gera ég var nota hátíðisliði vinnunni til að hlaupa niður í barnaloppu rennandi sveitt með ferðatösku með barnafötum og ég hugsa bara, nei ég bara drep mig ég drep mig ef ég held svona áfram Já og það er svo oft sem maður, og svo var ég samt sko alltaf að fara að elda eitthvað tveggjarétta eitthvað. En eiginlega allir sem ég þekki sem eru að höndla mjög vel að vera, þú veist, ég þekki 2-3 aðila sem eru með sko ég er alveg með mikla dagskrá og bíla að gera ég þekki 2-3 sem eru alveg einu leveli fyrir ofan mig sem eru samt í mjög góðu jafnvægi og þeir eru allir sameiginlegt að vera með rosalega þeir hreyfa sér rosalega mikið og eru rosalega agaðir í að þú veist bara taka svefnin hreyfa sig og þessir hlutir verða að vera í lagi af því annars bara myndi þetta fólk flippi yfir mjög hratt sko. Það því að svo að segja með hlaupin ég sé þetta þannig að það er bara verið með ofvirkni í framheilanum
Nei, við erum bara að vinna í tölvu að þú veist, þessi vill þetta er allt bara framheilin, þá verður maður að komast bara inn í líkamann, hreyfa líkamann og fá útrást til þess að hreinsa hans framheilin, sko, því að ef maður bara hérna allan daginn eitthvað og maður verður bara lasin, sko. Já, og verður bara þungur andlega og ég finn líka að ég fæ miklu betri hugmyndir, bara líka bíltúr út á land, út að laupa, labba eitthvað og líka bara fara út að labba í 20 mínútur, það allt viðránlegra eftir það. Sammála. Og mér þessi gæri mínandi rigningu og lagniði maskarinn með einhverja hetti og svo útigangsmannskja bara, þú veist, þetta var ekki gott sko, en samt var ég bara, já, ég get þetta en maður samt rugglegar. Ég ekki, skemmtilegast að fólki alltaf smá ruggla. Jú, ég með 2 nýja bíla í innkeyrslu núna, ég get ekki ákveðið hvort ég ætla að kaupa og ég bara ruggluð. Ég bara mér finnst lífið svo geggjað, ég alltaf með eitthvað í gangi. Eitt sem varst með í gangi var að fara allt í einu að framleiða mat. Já. Hvernig kom það til? Út af því að ég bý til mína eigin fiskibólu sjálf, stundum á næturnar, af því að þú veist, ég bara vil ekki að börnum borða bara eitthvað rusl, af því að ég er bara með óeðlilegar kröfur sem enginn setur á mig, en ég sjálf. Bara klukkan 11:30 að búti fiskibólur bara, what the fuck? Svo barnið vakna eftir 4 tíma, en já. Það hvítur sykur með þessi seriósi. Og mér finnst viðbjóður hvað mikið að matvöru er ekki matvara heldur iðnaðarvara. Það er svoleiðis. Fullt sem við borðum hefur ekkert skilt með náttúruna og kemur bara einhverju verksmiðju. Algjörlega. Við veitum ekkert hvað áhrif þetta hefur líka okkar til lengri tíðar. Langaði minn stofnaði heilsuhælið Hveragerði og hann var svo fyrsti sem sagði bara sigur viðbjóður, það átt að reka nú læknafélaginu fyrir Jónas. það. Já. Já, er hann langaði? Já. Og þú veist, hann þótti bara algjört frík. Af því að hann var bara sigur viðbjóður, við þurfum að tyggja oftar, að borða meira gremmiti, við þurfum að lækna okkur með mat. Hann var að predika það sem að sko fremstu nútímalæknarnir að predika núna. Já, og þótti skrítin fyrir það. Þótti mjög skrítin. Já, þannig ég er alin uppi það, þú veist að ég á náttúrulega líka bara þibbin sem bad, eða bara snarfeit, en þess. Snarfeit, en alltaf þess. Og að þess vegna hef ég alltaf þurft að hugsa hvað ég læt honum mig. Og líka bara mér líður illa ef ég borða illa. Ég finn bara, ef ég borða eitthvað sjúklega óhollt þá bara einhvern veginn líður mér ekki vel ég er alltaf til að fá sér pítsustundum og súkkulaði og allt það sko, en ég get aldrei borðað hambúrgara bara, þú veist, ég hef aldrei keypt með kók út í búð. Alveg? Nei, aldrei. Og ég myndi aldrei fara og panta með franskar einhvers þar. Það bara, mér finnst þetta bara bragðlaust og ekkert að frétta og ég er bara ekki alin upp einhvern veginn, það er alveg annað óhollt sem ég finnst kannski gott, en ég er ekki svona fyrir svoleiðis hluti. Og mamma lá náttúrulega alltaf verið einhverjum með skriftabókum og eitthvað að gera eitthvað hollt fyrir mig þegar ég var yngri og ég hef bara ótrúlega mikil matmanneskja og mamma og pappi sérstaklega líka. Hann sagði alltaf að ég var bara vinalega ekki feit og þannig að ég lagði mikið upp úr þessu með mín börn og fengi hotla góða næringu og það var bara mjög erfitt að finna eitthvað morgunkorn. Þú veist, það hvítur sykur í seriós og tímabilið var bara töluvert að skordýraeitri sem mældist í seriós og alls konar einhver svona vesen, þannig ég fór bara að búa til úr höfrum og fræjum og hnetum og kanil og ferskum banunum og rúsinum með eigi granula. Þetta gerði ég bara þegar stelpan fæddist fyrir 6 árum. Hún kallaði þetta alltaf múslingin sinn og borðaði þetta á hvernig degi og svo var þetta þannig að bara ótrúlegast bara fólk og vinur og vandamann allir byrjar að koma krukku heim og vilja fá því að einhvern veginn gefur fólki að smakka. Og svo var vinkonan Steina Ólína og hún er svo hugurökk, hún stofnar bara fyrirtæki bara fyrir hádegi og 5 degi. Hún er meistari. Hún er meistari. Ég er búin að bíða eftir að reyna að fá hana þetta viðtal. Hún er búin að vera í lendi í brjósklós í hálsi og já, og svo er hún alltaf bara rækta eitthvað sprettur og rífa kjaft, skilur. Hún er snillingur. Hún er það. Snillingur. Og við erum mjög ólíka vinkonur, við gáum henni svona út blað og fórum viðtal saman og við rifast allan tímann í viðtalinu og þannig að spirillin bara svona hallaði sér aftur og hún sagði bara í búði með þetta og ég einhvern veginn bara, já, kannski bara hugmynd þannig að ég fór bara í það að stofna fyrirtæki og sá fyrir mér eitthvað svona krútlegt, kannski bara ég og mamma erum með eins svundur og myndum selja þetta í heilsuhúsinu og þetta væri eitthvað svona flottum pökkum og eitthvað. Svo náttúrulega bara þess að vildi bónustaka þetta inn og það þýði bara mörg 100 kíló á mánuði. Þannig ég þurfti bara að lega mér eitthvað eldhús og fara bara í framkvæmdir fyrir einhverjar 7 milljónir að innrætta iðnaðareldhús til að búa til þess að 1 tegund af granúla. Eftir 3 mánuði var iðnaðareldhús orðið lítið. Ég var búin að eyða 7 milljónum í það. Okay. Og ég þetta er ekki gott. Og við seljum núna, þú veist, granúla bara fyrir 4-5 milljónir á mánuði. Er það svolítið? Bara einu tegund, af því ég er með 10 aðrar tegundir af vörum, ég kemst aldrei að koma út, því ég nældri að fylla nógu mikið af búðirnar. En núna fæst þetta í hagkaup og bónus og heimkaup, en við erum bara, þú veist, þetta hefur aldrei náðinn í netto eða krónuna, það vonandi fyrir að gerast. Komið sinni fjarðakaup líka?
Garðakaup. Fjarðakaup, geggjubúð. En og það er að koma hafraklattar næst, en það þetta ég myndi aldrei framleiða neitt sem ég myndi ekki gefa yngsta barninu mínu, og það svona línan með þessu, að bara það sé aldrei neitt eitthvað aukaefni, hvítur sykur eða eitthvað drasl, sko. Þetta bara, til minnst granólega, bara sætt með ferskum bananum. Og ég fengi alls konar tilboð um að einfalda granólið fyrir einhverja stórar keðjur og veitingastæði, og ég bara, nei, þetta bara og leðu einfaldar það, þá þetta ekki bara orðið svona góða næringu svona sem ég legg upp með, og slókarinn mamma einn vill á borðir þetta, af því að hugmyndin svo að mamma, hún vill alltaf það sem þér best, og þetta sé alltaf hugsa þannig að mamma þín sé glöð ef þú borðir þetta, og getur alltaf treysti að þetta sé gott stöð. Þannig að næst koma hafraklattar, og núna þess að þetta var eldhús voru lítið, þannig að láta það frá mér og koma með aðila sem hjálpa mér að framleiða, og þetta samt ennþá allt handgert, og þetta bara mega mikið vesen að búta til, en þetta algjörlega þess virði, og svo bara annað verkefni í vinslu, þannig að þetta heldur bara áfram að hlaðast. Hvernig hafraklattar ætlar að gera? Þeir geggjaðir. Þeir eru með Ég nefnilega fíla hafraklattar svo mikið. Já, það er svo mikið. En því miður stundum sykur og drastlíð. Alltaf. Þetta ætti að heita púðursykurskökus. Það yfirleitt milli 30-40% sykur í þessu. Ég veit það. Í mínum í mínum 1 teski af kókosykri. Annars engin sykur. En það eru pekanhnetur, rúsínur og möndlusmjör og möndlu hveiti. Af því þá er þetta svo próteinríkt. Þannig ekkert hvítt hveiti heldur. Og þetta dísenda bragðið? Þetta mega. Já. Mega? Já, ég borða alltaf eitt svona í morgunmat, hverjum einsta degi. Það er alltaf baka á nætunar, því ég alltaf, þú veist, já. Þetta náttúrulega bara þessi ormahóla með, þegar maður fer að grafa hún í innihaldslýsingarnar og allt þetta dót, sko. Ég er með ból á nefinu, aðra bólu ég þetta bara því að ég búin að vera mikið að gera á mér og þá byrjar að missa þess skipulagið og þá byrjar ég að geta sykur á kvöldin. Og hvað þetta? Þá fer ég einmitt í hafraklattan. Ég alveg hættur í, þú veist, Snickers og KitKat og eitthvað þannig. En okkur fær ekki bara heiðalegt dögt súkulagi? Ég geri það líka. Bara klattan fyrst og svo súkulagi? Það skammar mig. Nei, ef ég ekki nóg skipulaður yfir daginn og undirnæri mig, borða of lítið golfvetnum yfir daginn, að þá birtist það þannig að þá fæ ég eftir kvöldmatinn, svona 1,5 tíma eftir, þá kemur svona smá kreifing og það ekki mitt í hreinan sykur, heldur í svona þetta milli. Þannig að það svona held ég að hafraklattarnir þínir getur verið málið þar, sko. Já, en þú líka grannlað, þú getur borðað beint upp á pókanum, margir sem sitja fyrir fram á sjónvarpið og það í raun, þetta svo borðað havragraut, sko, þetta bara golden. Þannig að já, ég fór að framlega það því ég hafi greinilega ekki nóg að gera. Þetta var ekki skrútlegt. Það ekkert krútlegt við að, þú veist, framlega mörg 100 kíló á mánuði. En hvað meinar það sé ekkert krútlegt? Af því ég held þetta eitthvað dúllegt, ég og mammi einn svöndum. Svo vorum við bara allt í orðna 4 í einhverjum gúmígöllum og amma mín sem sko, Konar ykkur að Breaking Bad versmiðu Já, amma bara kom áttrækt, ég amma, þú verður að pakka hraðar, gummi bónus alveg brjálar, ekki verður allt og lítið. Og ég stæði að senda gumma, hann það verður nú kom meiri, ég sagði, amma mín, hún hvíldar lengt, það gengur ekki. Að segja að vera dugleg, þetta var bara orðið alveg tjúlað, sko. En já, einhvern veginn, og við gerum þetta bara öll fjölskyldan, bara sískinin, mamma, pappi og amma mín og þú veist þetta, já. Og þú ert með, hvað sagður, með fullt á öðrum tegundum sem þú ert með klárar bara? Já, bara þegar ég kemst í framleiðslu. Þannig að þetta allt í vinslu. Mér langaði þess að því að ég var búin að gleyma að þú sagðir áðan með menntunina þína. Já. Þú menntaðir í fjölmiðlafræði í Bretlandi. Já. Hvernig var það? Því manni finnst náttúrulega stærstur hlutin af blaðamönnum á Íslandi eru annarkvort ekki menntaðir í blaðamennsku eða menntaðir í blaðamennsku bara úr háskólanum. Hvernig var svona einhvern veginn eftir að hafa unnið í blaðamennsku hér miðað með það sem ég var kennt úti, mikill munur eða? Fyrir aðrar áherslur? Já, fyrst náttúrulega, ég kom í sumarstarf og séð og heyrt því ég bjó út í Bretlandi, var að læra þar, kom heim á sumrin og fyrst það sem að Eiríkur sagði mig bara í þoliki fjölmiðlafræðinga. Hún fannst það náttúrulega bara lowest of all low og ég ekki, hafa gaman en þetta var, já munun náttúrulega, þeir eru náttúrulega rosalega miklu bjúrókratar og þeir tala stundum daldið mikið hlutina men ég er bara svona, já, ég hef ekki bara fara hjóli í þetta tala hvernig þeir ætla að gera hlutina heldur en að gera það bara, Íslendingar eru þannig og svo er þetta náttúrulega líka
það eru 3 ár og ég sagði, ég hef ekki 3 ár, það er óslega dýrst að vera hérna, ég vil bara hjóla í þetta, ég er ekki að taka einhverja auka kursa og þú veist, ég útskrifast fyrir úr menntaskóla, ég bara, við erum bara dugleg og bara klára það. Já, þeim fannst það nú alveg ruglað og yfirkennarinn var alveg bara, af hverju viltu gera það? Og ég sagði, ég hef bara fullt annað að gera, ég bara hangi hér og eitthvað. Og hún sagði bara, en sko, fyrsta ári gildir minnst. Okay. Annað árið meira og 3. ári gildi mest og ég það er ruglað, ég á að læra alveg mikið og skila mikið að ritgerum allan tíman, ég skil ekki og hún sagði, nei, krakkar eru bara að læra að flytja heima og þau eru að fara að skemmta sér og djamma og svona, þannig að þau eru ekkert að fara að sinna skólanum mjög vel til að byrja með og finnst ykkur það bara í lagi þau byrja, þarna minnum ég sko þau hafi byrjað 18 ára í háskóla eða 19 ára sum, allavega fyrir mig. Þannig að, já, það var svona mismiklar kröfur gerar hérna fyrsta árið en svo þyngdist nú róðurinn en þetta er svo, já, miklu bjúrókratar þú ert blaðmaður hjá BBC þá ertu sko með einhvern sem fact-checkar fyrir þú ert með aðstofamann, svo eru bara undir ritstjóri, aðstofaritstjóri, fact-checking ritstjóri og við erum bara eitthvað, já, en við erum bara 5 og gerum allt, skilurðu, þannig að mér fannst að koma einhvern veginn hingað með að við sko gæða standartinn og reglurnar, það hefði aldrei ganga upp á Íslandi. Nei. Minna meira þess að RÚV, þú veist, vandar sínu umfjöllun vel, þetta gengur ekki upp, við erum bara ekki nógu mörg. Við erum ekki nógu mörg. Og það einhvern veginn að vera endalust að fact-checka og ég skrifaði lokaritgerina mín einmitt að með svona götublöð, gulupressuna, að fólk heldur einhvern veginn ofta að Siri the Sun, segjum bara dæmi, að David Beckham hafa haldið framhjá, bara, nei. Jú, það sem er búið að gerast á undan, þú veist, leiðangurinn sem blaðamaðurinn fer í er eins og það hafi verið morð. Það er bara rannsóknarblaðið með sig fer í það, til dæmis eins og þetta framhjáhald, hann fær sko öryggisteipin úr myndavélum á öllum stöðum sem að fólki fóra á, hann fær vitni, það er farið með þið til sko, lögfræðings og setur hendina litla biblíu og sverð það bara sem þjónn á þessu veitingast að þetta fólk hafi komið þarna inn og farið í sleikaði eitthvað og þú skrifar undir, þú veist, þetta er eins og bara lögreglurannsókn. Þannig, og því að, þú veist, eitt mál sem er ekki satt og málaferðli sem fylgja því nóg peninglega til að klára miðlinn. Sko, það er náttúrulega einmitt. Skaðabætur á Íslandi eða þú ferð í mál við blaðamanna fjölmiðl er ekki háar en þarna úti, sko, er þetta grínist. Þannig að það er bara, já, þetta er bara allt annað mál. Þannig að þótt að við getum sagt eitthvað, þetta er nú bara eitthvað slúður. Nei, þetta er það alveg klárlega ekki. Einmitt, og það er þægilegt að afskrifa allt svona. Ég fekk í viðtali Nadíu, Sif og Láru sem fóru heim með ensku landsliðsmönnunum og enska knattspyrnusambandið af því textaði þáttinn. Enska knattspyrnusambandið sko sendi mér e-mail og PR fulltrúin þeirra hringdi mig 3 svar. Þeir báðum bara eiginlega kröfðust þessi tæki þáttinn út af því að þær sögðu að Gareth Southgate landsliðsstjórar Englands hefði stormað inn á herbyggið þeirra morgunum og þá hefði hann náttúrulega líka átt að fyrir sókvið, þetta er bara erfitt mál. Sönn gerði frétt þetta og þær haldaði fram fullum fetum, þetta var Gareth Southgate og enska knattspyrnusambandið hefur ekki gert neitt til að sína fram á þetta hafi ekki verið hann sem ætti að vera frekar auðvelt fyrir þá. Þannig bara, nei, þetta var ekki Southgate, þetta var þessi og hér er myndað þessu manni, þetta er maðurinn sem var þarna og um leið og ég sagði, heyrðu það kannski spurningum hvort ég geti tékka á bara öryggismyndavélunum á Hótel Sögu, þá leist þeim ekkert á það. Nei. En rosa þægilegt að segja að þetta er allt bara slúðufréttir og þetta er bara vitleysa. Já, af því að þú veist, það er náttúrulega bara fyrsta að reyna að benda eitthvað annað og þú veist, á meðan þú sópar upp að láta horfa í næsta hotn á meðan, en almennt séð þá eru þessi hlutir bara sem eru birtir í þessum miðlum sannir og það er einhvern veginn, og svo getur maður ekki heldur, fólk eru ofta að segja, heyrðu þína okkur talar ekki við með hann sem frétt og byrt og getur maður ekki sagt, ég talaði kannski við makaðinn að talaði við einhvern mjög nátengdan þér sem að, og svo viðurkennir hann ekki innbyrðis fyrir hinum, sko. Þannig að það er yfirleitt búið að tjekka þetta mikið meira en maður getur sagt út af við, þegar maður líka bara að venda kannski einhver fjölskyldusambönd eða einhver vinasambönd eða eitthvað svoleiðis, að því maður getur ekki sagt hver sagði hvað, en þetta er Ég er nefnilega að segja það eftir bara mína vegfærið blaðamennska á Íslandi, fólk gerir sér enga grein fyrir þegar það er farið í umfjöllunum einstakling sem er rosalega erfið, eins og bara Guðmundur í byrginu til dæmis. Fólk leyfði sér bara að tala um að þetta er bara eitthvað slúður. Bara sko, það var búið að fara sko margra mánaða að vinna í þetta. Það var endalaust á gögnum. Það er engin fjölmiðl sem fer út með svona nema þetta segja 100% öruggt. Já, en svo er það núna. Nú er hann tjaldvörður hérna á tjaldstæðin í Borg og við skrifum það í DFF að það væri nú
kannski svolítið sérstætt að sveitafélagi væri úthluta honum tjaldsvæðinu umfram aðra sem sótt það, sem voru ekki á sakaskrá og ekki voru ekki með dóma eða skattsvika þannig, því ég fekk bara fullt að póstum alls konar fólk sjúklega ósátt að Guðmundur svo fínn og svo hreinhjónum klósettinu á tjaldsvæðinu og ég einhvern veginn vondi kallinn af því að það má, það alltaf einhver sem halda með öllum algjörlega og það einhvern veginn, og þetta snýst ekki að einhver sé slæmur þó fréttaflutningurinn, þú veist, þetta bara maður ekki, eins og ég ekki að segja það að Guðmundur með ekki eiga líf eftir byrgið og allt það fólk á að fá annað tækifæri og allt það en þarna snýst þetta hvað hafði hann umfram hina umsækjendurnar og einhvern veginn að brjála fólk að hringja, þú veist, að við séum einhvern veginn að bara reyna að aflífa hann og eldast við hann endalaust og einhvern veginn, við verðum að horfa hlutinni í stóra samhenginu og þetta mitt að móðgast fyrir handa annar, ég tala alveg Guðmund og hann gerði sig grein fyrir að, jú, það væri kannski ekki, það væri fréttaefni að hann fengi útlutað annað árið í röð umfram aðra sem höfðu líka reynslu og svoleiðis og hann skildi þetta og ég talaði við hann og allt í góðu, en svo það fólki með gaflana fyrir hönd annara. Einmitt. Hvernig hún aðeins að tala kannski þetta að reka dagblað í nútímanum, að því nú þetta búið að færa svo mikið inn á netið. Ekki bara eins og viðskiptamódelið ykkar, ekki langt stærstu hlutin að tekjunum í gegnum netið? Það alveg ruglað hvað margir áskrifundur, sko. Já, það svolítið? Já, það það. Þannig að fólk vill ennþá fá pappírinn sinn? Já, ég var mjög hissaði, en það kannski stór hluta þetta miklu eldra fólk en ég held. Já. Þú veist, við erum með 20 áskrifundur sem milli 90 og 100. Einmitt. En hvernig, það mikið fólk á landsbyggðinni líka þó það? Já, í bland, en þetta bara mjög mikið fólk bara sérstaklega, þetta fólk á öllum aldri, þetta mjög mikið fólk bara milli 50-80. Og það vill fá blaðsett, það vill lengra lesefni. Einmitt. Og það vill bara sitja með kaffibollan og vera, þú veist, það vill þetta alveg þungar fréttir en líka bara viðtöl sem að gera eitthvað fyrir mann, hreyfa við manni, mann finnst maður læra eitthvað af og líka bara eitthvað létt og gott og flippa. Allt annað en á netinu. Og finnur að þú setur sömu greinin á netið, þá þarf það að setja aðra fyrirsögn og oft aðra mynd og bara því að listahópurinn allt annar. En það komir óvart hvað eru margir áskrifendur. Ok, en það tiltölulega auðvelt einmitt að fá hreint feedback í gegnum netið með bara hversu mikill lestur þetta, hvernig eru kommentin, allt þetta, en það erfiðar að fá feedback, það eitthvað fólk sem bara að lesa blaðið sitt og maður fer kannski ekki alveg að vita hvað var það sem þau fíluðu, hvað fílaðu ekki, hvernig metum maður svoleiðis? Eina sem maður getur gert bara að hafa þetta fjölbreytt, og ég reyna að hugsa ekki of mikið að þetta séu mikið eldri lesendur, af því þá myndi ég forast að hafa ungt fólk á forsíðunni, en ég meina ég vil ekki lesa bara við til ungt fólk og ekki bara gamalt fólk, þetta þarf bara að vera fjölbreytt. Þessi lesendahópurinn diggur og það, ég meina, það kannski ekki margir sem vita, en ég meina DFF þriðji stærsti netmiðillinn á landinu, við erum með 130.000 mann sem lesa þetta, það alveg mjög mikið. Já, þetta í raun og veru svolítið 3 turnar, sko, það MBL, Vísir og DFF. RÚV alveg daldið þarna á eftir. Já, það 90 kannski. Já. En, já, þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir bæði hvað DFF rosalega mikið lesið og líka að, þótt að við höfum breytt efnistökunum svo mikið, þú veist, við erum ekki ekki eins mikið eins clickbait eða svona subbulegum málum og, þú veist, ég alltaf að ítreka það að við þurfum að bera virðingu fyrir viðmælandurum og, bara vanda okkur og gera þetta þannig að okkur líði vel með og við séum ekki að þú veist, meiða fólk að gera lítið úr því, þú veist, við flytjum fréttir og stundum meiðist fólk við það, þá það því að það hefur gert eitthvað af sér, en við þurfum að vanda okkur, að lesturinn hefur bara haldist, sem segir mér að það að gera sömu fréttina vel, hún fær jafn mikið lestur og hún gerð subbulega. Hún ekki betri, eins og ég hef oft sagt til þess bara það á tímabil og að byrsta alltaf svona leiðilega myndir af fólki með fréttum, svo lélegar myndir og ég bara af hverju þetta þessu? Eina sem gerist, sko, fréttin ekki betri og viðmælandinn eða sá sem að fréttin hann þolið ekki. Bara númer 1, hafa alltaf góða mynd, það alveg óþarfi að stuða fólk ástæðuleysu. Akkurat. Bara svona litlir hlutir, en það vil enginn svo ógísla mynda sér. Nei, og það einmitt, talandi ef maður fer í forsíðu viðtala, þá getur myndin verið bara segjum sér svo að maður sé að tala eitthvað bara eins og þegar bóki mín kom út og ég var svona að opna mér rosalega mikið
og þá bara sagði ég, sko, þetta verður að vera jákvæð mynd. Já. Vegna þess að það svo auðvelt að búa til einhverja fórnarlamba sögu, sem það síðasta sem ég að reyna að segja hérna. En ef að myndin hefði verið einhvern veginn ég að horfa niður og eitthvað þungbúð í bakgrunninum, þá hefði þetta bara túlkað allt öðru í sig. Heldur en ef þetta eitthvað svona, þannig að einmitt þetta hérna með í bæði blaðamennsku og sjónvarpsfréttum og gleymist oft bara myndefnið oft bara gríðarlega mikilvægt. Það bara 1, 2 og 3 hvort þú smellir á einhverja frétt, þá sko myndin grípur alltaf fyrst á undan textanum og setur hlutin í samhengi. Þannig líka eins og með blaðið, þá leggir rosalega mikið upp á sér góð forsíðumynd, alveg hrikalega. Akkurat. Og það er líka gaman að fullt af frægu fólki sem er allt verið myndað milljónsinnum að reyna að ná einhver fram sem enginn við náð áður. Þá flott forsíðumyndin eitthvað að Kára. Og mjög flott. Hún geggjuð. En það kom nú ekki til að góðu, ekki frekar en annað, sko. Hann ég var eitthvað að lýsa, sko, hvernig vildi hafa myndina. Vildi hafa svona dökkan bakgrunn, svona mikinn kontrast, af því að hans er svo ljós og með hvítt, þá svona dökkt á bakveðan, og þá tók hann fyrir andlit og sagði, ég geti ekki, eina leiðin og fór að mynda mig, fæ að halda fyrir andlit, og ég sagði, flott! Sett! En hann var alltaf orðinn þreyttur á mér, sko, hendi mér út einu svona. Já, það? Já, en í góðu bara það var því að Alma og Þórólfur voru komin. Já, þú tókst viðtalið við hann sjálf. Já. Hvernig var það? Ferli? Merkilega lítið, sko. Já. Hann er náttúrulega geggjaður. Hann er svona larger than life fígur á Íslandi. Já. Hann er eiginlega svona, þú veist, það er alveg að fara rauk fyrir hann sé stærsti Íslendingurinn í dag, sko. Já. Það er svolítið svolítið. Það mynda honum aftur á nýjasta DFF þegar hann tvítur og hann var sko ekki fallegur, hann var gullfallegur. Já, einmitt. Og náttúrulega Sóladóttir hans hefur starfað sér fyrirsætta og svona, þau eru bara identical, sko. Já. En hann er stórkostlegur, en hann er náttúrulega erfiður og sjálfum sér erfiður en svo er hann svo hlýr, sko. Hann er, já, mér finnst hann magnaður og maður þarf náttúrulega bara að leyfa sér að ganga þess á hann svona. Já. Kári, hann var svo sem kom fyrstur upp í hugunum þegar ég var að velja fyrsta viðmælanda enda og hann samþýtti að koma. En síðan hugsaði ég steinunólinu mitt. Hún er stórkostleg. Hún er geggjuð. Mér langar svo mikið að fá henni við. Og svo er hún svo góð kokkur og hún gerir svo geggjaðan mat. Já. Og hún er með svo hressandi skoðanir og öllu og hún getur æst sér mjög fljótt. Þú veist að þegar hún er svo blóðheitt fyrir því sem skiptir hann að máli. En hún, já. Maður er alltaf farin að kunna betur og betur að meta fólk sem bara segir það sem að bara segir það sem að hugsa. Heiðalegt. Já, og hún líka þegar hún stofnar fyrirtæki fyrir hádegi, núna til með svona að byrja að framlega kjötbólur sem er það að kaupa í Krónunni og hver gerir þetta? Svona með eitthvað snjallbíli og svo er hún bara, já, svona ógeðslega góðu penni hún er alveg, já. Geggjuleikona. Já. Það, eins og bara í mann eftir henni sérstaklega hún er bara í föngum, sko. Æ, hún lék náttúrulega þessa lögreglukoni í rétti sem átt bara hambúrgar á með skítutár og hún eitthvað svona, það var kannski gaman að fá einhvern veginn að sminka eða eitthvað. Og svo næsta hluti sem hún fær, það er náttúrulega í rétti og ekki var hún nú... Í föngum? Já, föngum. Og ekki var hún nú dubbuð upp þar. Og hún sagði bara, hvað þarf að gerast til að kona komast í greiðslu? Ég bara, það er eitthvað magnað að gerast. En hún er, já, hún er alveg, hún hefur kennt mér mjög margt. Hún er og ótrúlega góðu peppari, góðu vinkona. Og hún er einmitt svona, maður getur talað á hana hverjum degi í viku og svo ekkert í 2 ára og skiptir engu máli. Einmitt. Hún er alltaf að plí og ef maður hringir í hana þá ítur hún áfram og upp og já, hún er og þess vegna einmitt, hún og Kári eru vinnur, þau eru mjög lík. Já, einmitt. Ég held mér að hún hafi kynnt mig fyrir honum. Já, það. Leit mig verið í einhverju myndbandi eða eitthvað smóra, eitthvað að hjálpa honum með, eitthvað svona, eitthvað til góðs, eitthvað, sem man ekki lengur hvað var. Þú ert ennþá mjög ung, en þú ert búin að gera rosalega mikið, eins og bara, þú veist, bækurnar líka, við erum ekki eins og byrjað að tala um bækurnar. Er eitthvað sem er líður eins og, að því þú ert svona í, bara tala um bara svona fjölmiðlun, búin að gefa út bækur, búin að vera í sjónvarpi, búin að vera blaðamaður, búin að vera ritstjóri. Er eitthvað sem er líður eins og svona eigir eftir að gera, sem er langað mjög mikið að gera? Sko, það var pínu snúið þegar ég var 30, þá var ég búin að vera í framkvæmdastjórn og stóru starfi og gefa út bækur og vera í sjónvarpi og allt sem ég ætlaði kannski að gera fyrir fertugt. Okay. Og kemur svona smá tómar eða svona mér dætti ekkert gott í hug ekkert gott framhald sko mér langar alveg kannski og fyrsti sjómanstátturinn sem að svona, ég kom að handrita að gera var framleittur sjómanstáttur eftir Makalaus bókinni, að þá var ég bara svo unga ég þorði ekki stíga nú fast inn í og svona hafa hlutin eftir mínu höfði, þannig ég myndi alveg vilja
koma aftur meir í sjónvarp eða stýra því eða vera bara, já, mér finnst geggja gaman að vera í sjónvarpi. Ég var alveg til að gera meira því. En svo ég náttúrulega með masterskráði í verkefnastjórnun og ég góður stjórnandi. Mér hefur gengið vel með það starfsfólk sem ég verið með ekki tíðina og ég svona hliðhóll því að vera í svona þjónandi fórustu að þú að lyfta upp fólkinu sem að vinna með þér og fyrir þig og hugmyndin alltaf svo eiginlega að fólk getur síðan tekið við að þér skilur að þú getur ýttið því upp þannig að ég myndi alveg svona ég held ég eftir að vera meira í svona einhverju stjórnandahlutverki í fyrirtækjum en ég á mjög erfitt með fyrirtæki það sem ekki svona skýr sýn það ekki verið að vinna eftir einhver markmið það þurfa allir að vita hvert stefna og hvert við erum að fara og langtíma markmið, ég þarf að skilja það hvernig fyrirtæki uppbyggt fjárhagslega mér varst erfitt að vera á Morgunblaðinu til dæmis út af því að þú veist ég einhvern veginn stýrði þarna undirvef og við vorum að byggði upp mataveg með þar og gekk mjög vel að ná í tekjur og svona og svo einhvern veginn fannst mér sko kannski ég vera að spara peningin og vera að kasta kasta hann mannast þar þannig að ég svona verð að geta séð fjárhagsáætlun og hún þarf að geta gengið upp og það þarf alltaf að make a sense í mínum huga Mér fannst tímanum sem ég var á Skjá einum að ég upplifði það sem svona bestu stjórnendur sem ég hef haft og það var alltaf kvenkins stjórnendur Já. En mér finnst það frábær stjórnendateimi þá Sigga Magga bara ég segi bara enn besti yfirmaður sem ég hef haft sko. Já, þetta líka gekk peningalega upp þá sjaldan að fjölmiðlar gera það sko Einmitt Þannig að það var svona þar upplifði ég nútímalega stjórnun Já Það sem var sko, þú veist það var verið að rósa mann að gera eitthvað vel það var verið að reyna að íta undir það að manni liði eins og maður væri einhvers virði og allt þetta sko það er svona stundum finnst mann á Íslandi kannski ennþá verið að vinna með gömlu góðu óttastjórnunina og einhvern veginn hérna Já, og sá sem fyrir slekkur ljósin á hverjum degi hann einhvern veginn er hann besti sko, sem algjört bulla þegar viðverðin í vinnunum ekkert að segja með afkvæmstíðin Nei, við erum alltaf komin í árið 2020 Já, þannig að það mjög margt svona, þú veist, stimpilklukkur sem galið Þú vil ég ánæður að heyra það Ég hef aldrei stimplað minn Ekki heldur Margir hafa beðið það og reynt sko Ég neitt, þegar ég var á Stöð 2 þá var alltaf Svanhildur Hólm Já Hún var yfirmaður með þá og hún en hún reyndi að vera líka frábær yfirmaður og hún tók stimpilklukkuna fyrir mig alltaf af því að ég var svo mikil repel, ég neitaði af því ég fannst bara ég er fréttamaður og ég er líka í vinnunni þegar ég er ekki í vinnunni þannig að það er bara fráleit hugmynd En það er bara eitt sem hefði tapað þessar stimpilklukku allavega í mínu fyrirtæki og það var sko vinnuvitandinn ef það ætlaði að borga með tímakaup þá var þetta farið af því að maður er einhvern veginn og það að maður þurfa að vera á staðinum til að vinna ég meina maður hefur bara unnið heima í mörg ár sko og það er einhvern veginn þessi tölvunafræðingar þeir einhvern veginn geta bara lyft sér að þú veist, Kalli bara með lyftingatækin heima, lyftir heima og hann er bara miklu minni félagsstörfi en ég líka hann bara æfir heima, vinnur heima þá erum á Bali, þá bara vann hann þar bara skiptir engum máli, skila bara sínu dagsverki Það eru ákveðnir geirar einmitt kannski svo tölvunarfræði geirin og svona sem voru svolítið undan öðrum í að fólk geti unni hvar sem Nú finnst man eins og kannski þetta COVID-tímabil sé svolítið að kenna okkur þetta að það má alveg taka fundi gegnum netið og það er hægt að gera rosa margt og þú sérst ekki á einhverjum ákveðnum stað. Já, en það er sko, ég myndi alltaf samt halda að það þyrfti að vera x mikið á staðnum og x í bursta þegar dýnamíkin tapast. Algjörlega. En svo finnum að það líka að fólk á mjög misgott með að vinna heima, sumir verða þungir, afkasta litlu, líður illa, þannig að þetta er mjög misjamt. Já, það er ég reyndar að tek það fram og í mínu tilviki minnst ekki gott að vinna heima en það er kannski ekki að vera á sama vinnustaðnum allan. Nei. Stundum þegar maður líka bara næði, þú veist það er stöðt vera bombaverðnamann á vinnustæði, ég er að skrifa kannski 4 blaðsina viðtal, þá henda mér ekki að vera einhverstaðar það sem er 10 í kringum mig. Akkurat. Þannig að þetta er svona, jú, ég held að við séum vissulega að læra margt að því. Erum við ekki búin að fara yfir það helsta? Jú, það held ég. Er eitthvað meira sem það langar að tala um? Nei, ég held að það sé bara gott sko í bili, svo ger ég eitthvað fjandan að mér og kem og segi þér það aftur seinna. Já, alltaf velkomin. Er það ekki? Jú. Takk fyrir. Alltaf gaman að tala við þig. Takk sem við leiðis. Takk fyrir komuna. Það var lítið. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.